and over. You're down with everything I wanna do. I'm down with everything you wanna do, wanna do, wanna do, wanna do. We're down with the same thing, let's do the same thing, over and over. I like it. I love it. I like it. I love it. I like it. I love it. Watch me turn up in it. Turn up. Watch me turn up. Turn up. Watch me turn up. Watch me turn up in it. Turn up. Watch me turn up. Turn up. Watch me turn up. Watch me turn up in it. I like it. I love 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 it. Watch me turn up in it. Turn up. Watch me turn up. Turn up. Watch me turn up. Watch me turn up in it.
Jú, komið sæl, það komið að seinni leikjónum í 8. umferð með 2 leiki á dagskrá fyrir ykkur í kvöld. Byrjum á viðureign XI og Saga og svo seinni viðureignin Valea og Þórs. Að venju, þá með mér Tommi, þetta eru 2 áhugaverðir leikir raun og veru. Fyrirleikurinn náttúrulega eins og hann fór í fyrstu turneringunni. Þá erum við að tala það að XI og Saga mættust. Sá leikur 16-14, tæft og það verður í venlulegu leiktíma. Hinn leikurinn hins vegar, það sem að Þór pakkaði Valea, væga sagt. Já, við erum örgulega að fara að sjá aðeins öðru þessi vító frá Valea í þessari viðureigni í seinni leiknum, en já, þarna komst upp í rauninni hversu sterkir Þór eru í raun og veru í Vertigo sem að sjálfsögðu var fyrsta viðureignin og þarna ég býst við þetta að fara eitthvað annað en já, mjög spennandi leikir á blaði og það rætist vonandi úr þessu. Algjörlega. Nú, eins og við talum um XI og Saga, þetta var náttúrulega hluti í því þegar XI byrja gríðarlega sterkt, komast á okkur meðan að Saga byrjar bara á 3 töpum einfallega og vilja náttúrulega reyna að snúa því við í þessum hluta. 100%. Saga núna svona, þeim að ganga rosalega vel, alveg rosalega vel. Allir leikmyndir eru búin að vera að hitta, þeir eru búin að vera góðir, þeir eru búin að fá liðið til að funka. 2 sigra í síðustu 2 leikjum, gegn Fylki og Kórdrengjum, á meðan að XI að koma af bakinn að tapi gegn Ármanni og eins og segir, að hitta, það stemmingar og svo slúna því að gleyma því að innbyrðis viðureignin hér gríðarlega mikilvæg því ef að Saga vinnur þannig leik stærra en 16-14, þá er það upp fyrir XI í töflunni. Nákvæmlega, og líka það sem ég langar að benda á að, já, þú talar um 2 sigra í senstu 2 leikjum, þeir eru með 3 sigra í senstu 4 leikjum og þeir spila nálagt mapp þar sem þeir voru ótrúlega góðir í Dust 2 á móti Þór, sem að Þór þurfti í rauninni að spila úr öllum sínum spilum bara til að kræki þann sigur og það var bara svona einhvern veginn veteran mentality hjá þeim sem að krækti þann sigur því að þeir voru rosalega beittir þar og það hefði bara ekkert mál hefði getað farið á hina leiðina og farið til sögu, þannig að við erum að fara á móti svona dálítið öðruvísi tempo á liðum. Þú veist, XI, þeir eru núna að koma á tapi, þeir eru búin að sína sig á sanna, þeir eru í góðri stöðu núna, en Saga, þeir virka einhvern veginn beittari. Algjörlega, það er stemmingar, engin spurning. Við slum byrja á því að kíkja á stöðutöfluna eins og hún akkurat núna. Þar sitja Dusty á toppnum með fullt úr stiga úr 8 leikjum, 8 sigrar Þór í öðru sætinu síðan. Náttúrulega eiga leik til góða og ég er bara búin að spila 7 leiki, eru þar með 6 sigra og 1 tap. Það kom náttúrulega gegn toppliði Dusty, það eru 12 stig þar, geta farið í 14 stigum sigri hér í kvöld. Ármann í 3. sætinu með 8 stig og eru náttúrulega það jafnir XI geta þar komast upp fyrir Ármann á ný með sigri í sínum leik. Svo erum við með Valea í 5. sætinu með 6 stig líkt og Saga, bæði þessi lið náttúrulega að spila í kvöld. Fylkir eru með 4 stig í 7. sætinu og Kórdrengir stiga lausir á botninum, þannig að þetta er svona áframhaldandi bara spenna í þessu. Við erum að horfa rosalega svona stóra miðju, það eru 4 lið þarna, einhvern veginn deildin búin að skiptast upp í það að við erum með Dusty og Þór svolítið á toppnum, Fylki og Kórdrengi aðeins fyrir neðan, Fylki svo sem ekkert langt frá að byrja að blanda sér í þetta, en svo ég einfalda bara Saga, Valea, XI og Ármann bara þarna í einum pakka og XI náttúrulega geta með sigri hér í kvöld og þeir fara á svona svipað rönn og þeir byrjuðu tímabilið á það sem ná í 3 sigra úr fyrstu 3 leikjunum, eru bara á toppnum eftir 3 umferðir, þá náttúrulega eru þeir ég heldur betur búin að losa sig líklegast aftur frá þessum pakka. Já, vissulega, og þeir náttúrulega að sjálfsögðu vilja leita að því að gera það því að já, eins og prógramið var að spilast fyrir þá senast, þá koma 3 erfiði leikir í svona miðri turneringunni hjá þeim á móti Þór, síðan Dusty og síðan aftur Valea sem eru þessi lið sem eru dálítið hættuleg fyrir þeim. Það eru allir sigrar XI koma gegn liðunum 4 sem eru yfir fyrir neðan. Já, ná ekki punkti af Ármanni, Þór eða Dusty. En ná að sjálfsögðu af Valea sem svona við höfum verið að tala að þeir eru búin að vera underperforma og svo framvegis, en ég held að ég sé að fara að klifra núna upp töfluna í þessari turneringu og koma sér í gott tempo, en svona ef maður kíkir yfir töfluna þá
þá er þetta eins og þú segir gríðarlega svona mid-heavy og það er alveg hárrétt hjá þér. Fylkir er einum leik frá því í rauninni að blanda sér bara 100% í þessa baráttu á milli Sögu og Vallega akkurat núna, því að Vallega á gríðarlega erfiðan leik á eftir og það er aldrei að vita nema þeir standi í stað núna. Exi svona líka fengi einhvern veginn byrja í báða vangið leið og geti diskosteg ekkert aftur kom inn í lið, gríðarlega öflugur riffill sem er búin að vera að hjálpa þeim. Ótrúlega mikilvægt fyrir að hafa Kidda Disco í liðinu og við sjáum það algjörlega þetta gjörbreytti spilastöðinu þeirra einfallega vegna þess að þeir voru rosalega mikið að bíða eftir að Mínútugrís myndi búa eitthvað til fyrir það og svo framvegis en núna erum við komið með hennan aggressíva riffil sem er til í að taka þessa fæta hvenær sem er og opna rándið fyrir þeirraunni bæði CT og Termin sem er rosalega mikilvægt fyrir hvernig liðið fungera því að þú ert með 3 aðra frekar passíva leikmenn í Jóni, þú ert með Triple G og síðan ertu með Killa Turbo. Sem að reyndar einhvern veginn bara sprakk út í fyrstu leikjunum og var einmitt ekki sá leikmaður en það er svona það sem við búist við hann, við myndum að sé aðeins svona meira tilbaka og ekki þessi leikmaður sem var að bara sprengja upp leiki hérna fram á. Já, nákvæmlega, en þú veist, hann klárlega nær að leysa hlutverki þegar Axoni kemur til hans. Líka bara þegar mótstæðan er ekki alveg á hæsta planinu. Kelly Turbo frábær leikmaður ef að Axoni kemur til hans en það sem að Kiddi Disco gerir er að hann fer og býr til Axonið, hann býr til hluti fyrir liðið eins og Mínútugrís er að gera og þannig að þurfti annan svona innan gæðsalapa playmaker í liðið til að láta hlutina gerast fyrir það. Já, ég er að bíða spenntur hérna eftir að vídeóið svona leik hefjist því að ég tók með mér náttúrulega förum aðeins yfir hvaða möpp þessi 2 lið eru búin að vera að spila. 4 af 7 leikjum Exi hafa farið fram í Núk. 5 af 7 leikjum Sögu hafa farið fram í Núk. Já, og ef við horfum líka á því hvernig leikirnir eru búin að vera að spila svona fyrir utan þennan Núkleik sem að þeir taka frekar snemma á sísoninu þá finnst mér Saga að vera mun beittar í Núk akkurat núna og þeir eru gjörsamlega búin að vera rosalega góður í og ef ég væri komin til Exi núna að kvísli eira þeim þá myndi ég segja ég myndi flóta Núk en ég myndi reyna að taka þetta eitthvað annað því að þeir eru búin að fara í djúpa vatnið á móti til dæmis Vallega Inf gekk ekki vel þar, við vitum að Exi geta spila Inf. Já, þeir náttúrulega, nei, Exi, við höfum ekki séð Exi spila Inf. Nei, við erum búin að sjá Vallega, nei, hérna Sögu fyrir. En það var tap á móti Vallega sem var í Inferno. Og hérna þeir náðu mjög vel að nulla út í rauninni ATHT sem er þeirra stóri leikmaður að sjálfsögðu hinni 4 leikmenni þið geta alveg poppa off en við erum búin að sjá ATHT vera dálítið skrítið núna, hann er búin að vera consistently í senastu 4 leiki búin að vera mæta á sörun og vera virkilega góður fyrir sitt lið sem að við höfum verið að tala í fyrri tímabilum að hann hefur verið að taka leiki off og þetta og hitt en 4 leikir röð, gríðalega góður og ég býst við að hann haldi því áfram í rauninni bara. Það stemmi ekki að það. Já, eins og við talum 5 af 7 leikjum Sögu farið fram í Núk, 4 af 7 leikjum Exi, Saga búin að spila Inferno og Dust 2-1 en Exi búin að spila 2 leiki Overpass og 1 í Mirage og þá bara spurningum fyrir mikið að kíkja á liðin og þá byrjum við náttúrulega liðið Exi. Triple G, Jón, Keli, Mínútugrís og svo er Kiddi Disco sem er komin inn í stað Hósider og við náttúrulega vorum að fara svolítið yfir hennan hóptómi. Kiddi Disco búin að koma inn þannig með gríðarlega mikið kraft einfallega og svo bara liðið einhvern veginn svolítið svona virka í kringum hann. Voru ekki ánægðir með tapi gegn Ármanni í loka umferðinni en já, það er eina tapi svo sem fyrir utan Þór og Dusty. Já, og það stakk örugglega örlítið fyrir það út af því að þarna hefðu þau getað komið sér í dauðafæri að tryggja sig heldur betur þægilega inn í svona miðbygg seasonsins. Eru komið sjálfur sér í 10 stig og skilja Ármann eftir í 6 og eru bara einir þarna í þriðasæti í einskilsmarsandi með 2 sigra á öll hinn lið. Algjörlega, en þeir fá annað tækifæri hérna en við erum búin að, þetta er rosalega áhugaður leikur nefnilega, ég er búin að vera að spila þetta alltaf í haustnum svona hérna núna þegar ég vissi að við varum að fara að horfa á þennan leikinn í kvöld og það sem ég er að búast við en eins og ég segi, mér finnst það að vera mistök en það er svo skemmtilegt að horfa á þessu 2 lið eftir þessa breytingu að fá Kidda Disco inn út af því að það er komin miklu meiri sprengikraftur í Exi-lið sem að gera þetta rosalega skemmtilega viðureign. Algjörlega.
Tommy, toppmaður fyrir þessa viðreign. X-Main það Mindigrís. Þetta er gaurinn sem er búinn að vera að opna flest fyrir þá. Að sjálfsögðu með tilkomu Kidda Disco þá er ég að búast við að hann að sjálfsögðu kemur með eitthvað inn. En Mindigrís, hann þarf að sýna það og sanna að það er vappi líkin á serverinn sem er X-Main. En þarna að sjálfsögðu, hann þarf að mæta serverinn og búa til pláss fyrir sitt lið. Já, hann er mynd eini maður sem vantar í hópi núna til þess að hefja leikinn. Það er eitthvað, veit ekki hvað er í gangi þar en styttist í að þetta allt saman fari af stað. Nú, ef það ekki bara snú okkur að liði sögu. Já, fáum liðið sögu hérna upp hjá okkur og liðið eins og áður sagði situr núna í 7. sæti, 3 sigrar, 4 töp, 6 stig. Birnir, ADHD, Pandas, Dom og Chris mynda hópinn og þetta er áhugaverður hópur. Þetta er svo næstum því frábært en það vantar svo lítið upp á að þetta verði það og eins og við erum að tala um þetta run sem liðið er búið að vera á núna eins og bendir á 3 sigrar í síðustu 4 leikjum. Jú, þeir eru gegn Ármanni, Kortringum og Fylki og við erum að sjá nokkuð svona skipta deild í raun og veru að Dusty og Þór eru virðast bara vera einu skrefi fyrir ofan öll hinn liðin og það kæmir mjög óvart að önnur lið væri að fara að ná að stela mörgum punktum að þeim. Þannig að allir þessi leikir skipta svo miklu máli eins og núna. Algjörlega, og þarna ef ég er að tala um að Exi sé komið með sprengikraft þá er það sama alveg hinum einn. Saga er með gríðalan sprengikraft fræklega séð og til dæmis ef við horfum yfir senustu 4 leiki það er Núk hérna á móti Ármann 16-3. Þeir rústa Ármann í Núk. Þeir fara með Kortringi í Núk 16-10, auðveldur leikur, fara með Fylki í Núk 16-5. Þeir eru að rústa liðunum sem þeir eru að mæta í Núk sem dæmi og þetta er bara pjúra frögg, bara hlaupa inn og gjörsamlega rústa hinn liðinu. Það er eina liðið sem er búið að ná að stoppa á núna á senastu 4 leikjum, það er Dust 2 og það var Þór og við vitum að Þór ábyggilega mestu hæfileikaríkasta liðið í deildinni núna og já, með Dusty þarna í deildinni, þá er gríðalega ábyggilega meiri hæfileikar í Þór heldur en í Dusty og þeir rétt svo sleppa með 16-13 í Dust 2 þegar við hugsaum í Dust 2, hvað eru svona sprengikraftur, fragghæfileikar, vappar og svona þannig play, þannig að liðið er á hrikalegu rönni akkurat núna og það er þeir eru eins og þú segir þarna, við erum að bíða eftir potential. Ég held að potentialið sé komið, ég held að við séum að sjá sögu núna og þetta line-up sem þeir eru búin að búa til ábyggilega besta útgáfan af sjálfum sér akkurat núna. Já, Tommy, hvernig stillir þú upp sem toppmanni hjá sögu fyrir þessa viðreign? Herðu, Dom. Ég held að Dom gæti verið ansi góður í kvöld. Sérstaklega, ég svona býst við því enn og aftur í 3., kannski 4. skipti, ef þetta fer í Núk, þá er Dom lykilpartur í þessari innivörn hjá þeim sem hefur verið, já ekki að leka, heldur hefur verið svona örlítið opnari heldur en annar staðar, en Dom er þetta akkir þarna inni með Birni sem hefur verið gríðalega góður fyrir lið og ég held að hann eftir að skína í kvöldina. Já, klálega, það er áhugaverð viðreign sem er framundan. Spurning hvort við eigum einhverja klippu bara hreinlega úr fyrri leiknum hjá þessum liðum sem getur leyft að rúlla en maður svona velti bara aðeins fyrir sér eins og maður tala um áðan. Þetta er svo þýðingarmikill leikur fyrir þessi 2 lið. Miðað við það að liðin séu að ná punktum af 3 til 4 samkynnsliðum. Exi náði náttúrulega 4 sem við og er þá með 4 lið hann fyrir neðan sig og við erum að tala um þessa 4. lega miðju að það að ná 2 sigrum gegn andstæðingi hér fyrir Exi í kvöld, þá er bara búin að setja sögu bara fyrir aftan sig. Já, algjörlega. Og Saga er ekkert að koma aftur úr því upp fyrir Exi myndi ég halda. Það tekur langa tíma allavega og já, og þurfa og náttúrulega með innbyrðisviðreign og það allt á þá. Og svona það eftir að taka tíma, Exi ná svona aðeins að pústa eftir þann leik og finna út því að akkurat núna í leikjaprógramminu við frammi fyrir Exi
það eru örlítið auðveldari leikir eftir, þú veist, þeir eiga Fylki næst og síðan kemur erfiða prógram þeirra sem er Þór, Dusty og Vallega. Þannig að þeir sjá alveg 100% að Saga sé byrja að nálgast þá, því að það er Ármann og það er Saga og Vallega sem eru fyrir neðan þá, en þeir eru búin að búa til plássarna, smá buffer til að sjá hvað er á seiði og búa til aðeins svona meiri gameplan fyrir þá leiki sem þeir að fara að mæta og þú veist, þetta er bara það sem þú býr til fyrir langt season eins og við erum að horfa á akkurat núna. Hvert sér hann að leik fyrir þið fara? Sko, eins og ég segi, þetta er í fjórðaskipt sem ég nefni. Ég held að fara í Núk, en eins og ég segi, ef þú horfir exi megin, ég held að dýftin í mappúlun þeirra sé örlítið meiri, en ef þetta fyrir Núk, þá er Saga í clear advantage. Þeir eru búnir að vera betri í Núk undanfarið. En það verður bara að segjast að svona, ef ég væri exi megin, þá væri rosalega þægilegt fyrir þá einmitt að kíkja í inf, kíkja mögulega í overpass og þá væri þeir svona aðeins meiri sjans því við vitum að það er augljóslega eitthvað á bakvið það sem að exi er að gera í overpass. Þeir eru búin að spila undanferðið, búin að ná þægilegum terrháleik til dæmis á móti Kórdringjum sem að brotnuðu örlítið á móti þeim vissulega, en já, og líka móti Þór, tapa móti þeim 16-2, en það er allan að reynsla og komið með eitthvað til að byggja á. Já, verður mjög áhugavert að fylgjast með og bara þetta hlýtur að stefna líka í ákveði míndegrís ADHD MV hérna. Já, alveg 100%. Ef þú horfir á þetta, þá þú veist, við erum með ADHD og við erum með míndegrís sem sikkur megin bara vapparnir. Þú veist, þetta ef þú hugsar vappa, þá eru þetta gaurarnir, ég myndi ekki segja one trick pony, en þetta eru gaurarnir sem bara fá vappa frá liðinu sínu. Þeir fá það droppað, bara, þú veist, áttu nóg mikið peningi á skiptum á vappa, ég þarf vappa. Og þú veist, þarna skiptir svo rosalega miklu máli einmitt að við séum með Kidda Disco í liðinu út af því að ef að ADHD nær yfirtökum á serverinu með vappanum að vinna flest duel, opna meira, þá finnst mér eins og exi sé bitlust. En þegar að Kidda Disco er komin í lið, þá erum við komin með sprengikraft í öðrum riffil sem getur opnað rándið fyrir exi sem er gríðarlega mikilvægt. En ef þú ferð hinum einn, þá ef að Myndigrís er að fara að vinna þessi duel more or less, þannig að ADHD er aðeins svona þarf að fara á bakfótinn, þá ertu komið með 3 aðra leikmenn sem eru sögumegin sem geta opna rándið út með Chris, með Pandas, með Birni, Domi öðruleiti svona minna svona endri hlutverki, en samt sem áður, þú ert með miklu meiri sprengikraft sögumegin til að búa eitthvað til. Algjörlega með skilst að við hefum klippur úr fyrir leiknum og slumum láta það að rúlla vídeóið í þessum leik að hefjast núna og já, ég get sagt okkur það að Exi byrjar á að banna Ancient, Saga banna Vertigo, Exi banna Inferno, Saga bannar Mirage og við erum að bara býða til næsta. Þannig að fyrir leikunum fór fram í núk, látum það bara rúlla hérna á meðan og já, býtum nú við. Exi banna Dust 2, þannig að þeir skilja eftir núk og overpass fyrir sögu. Okay. Saga velur overpass. Saga velur overpass, ok. Ég veit til þess að Saga er búið að spila mikið overpass upp á Sigardið. Já, þeir eru svona dálítið lúmski þegar kemur að þessu. Þeir geta sjálfsög spila overpass, ekki miskila mig, en þeir hafa svona sögulega séð, já, pun intended, þá hafa þeir verið train. Þeir mun endurskrifa sína sögu hér í kvöld þegar ekki spila overpass í deildinni. Já, það er rétt svo kannski á senstu sísonu undir öðrum merkjum. Já, auðvitað. Já. En eins og segir, já, train. Ákveðin skellu fyrir leikmann svo ADHD að missa train út, það sem var svona, og þennan kjarna bara, sem var sterkur í train. Ég held að train hafa mistið þetta eins og við komum inn á. Það sé ábyggilega stæðsta hittið fyrir rauninni sögu að hafa mistað út af því að núna eru þið búin að vera rosa mikið að spila með Núk og þeir eru með Dust 2 náttúrulega inni út af því að það Já, vitum náttúrulega að það var sett mikið púður í Ancient sem að þeir eru ekki að fá. Já, þannig að þú veist þeir ábyggilega fá ekki að spila Ancient núna út af því að vera one trick pony í einhverju mappi sem að er í svona einna mappa seríu, þú færð það sjaldnast inn. Og bara því miður, nema hitt liðið að sjálfsögðu vilji bara flóta því og sé með eitthvað fyrir þá er mjög ólíklegt að það fá það, en þannig að þetta
Nuke sem default mappi kemur inn mjög gott fyrir sögurinn og þeir eru búin að sína það, þeir eru konum með hellinga sigurum og þeir eru komnir á gott ról. Ég veit ekki eins og sem að ég hef viljað sjá þessi tvö lið mætast aftur eins og við erum að sjá hér í Nuke því að gæðin á leiknum voru há og þetta eru tvö góð Nuke-lið. Virkilega og þetta hefði verið rosalega skemmtilegur leikur en þarna því miður þá fáum við Overpass, nei ég segi svona, Overpass að sjálfsögðu ef við horfum yfir Overpass í rauninni þá þetta rosalega gott map fyrir nákvæmlega þessi lið eins og við horfum á Kitta Disco í þessu endri hlutverki við erum með rosalega stórt map þannig að hvað sjáum við? Fullt af öppum og þarna þetta rosalega þægilegt map að vinna í sem endrifrakkar finnst mér að þú getur komið inn endrifrakkarinnum þarna inn á shortið á B að ná einhverju þar, þú getur klírað út closetin og sjálfsög það rosalega þægilegt að setja upp í take sem við erum búin að sjá bæði lið vera rosalega duglega að vera með allavega 2-3 set strött sem við geta hendi í bæði Nuke og núna reyndar í Overpass en við erum búin að sjá að sjálfsögðu einhver svona first take frá XC Overpass bæði á móti Þór og á móti Kortringjum. Já, eins og segir XC náttúrulega spilaði gegn Þór í Overpass og sigraði þann leik. Nei, fyrir ekki tapaði þeim leik en sigraði Kortringjaleikin. Já, mjög áhugaverður leikur í rauninni sem þeir spilaði á móti Kortringjum þar sem þeir voru rosalega langt undir. Já, og momentum fór alveg með, við viljum ekki gleyma að Þór pakkaði. Já, þeim var ótrúlega illt í öllum líkamannum. Er ekki stærsta tapið í deildinni? Jú, það er 16-2 og fyrir þá sem muna ekki þá var Detonate var í einhverju flow state það bara virkaði allt fyrir hann og það var bara í rauninni magnaður svona throwback-leikur fyrir Detonate sem að búinn að fara á örlítið svona þú veist að þurfa að stýra liðinu meira og svo framvegis en þarna átt hann bara stórfenglega leik þetta var bara gamli góði Detonate sko. Algjörlega svo með hvernig þessi leikur þróaðist þegar hann var í Nuke hann endaði 16-14 fyrir XC Saga drullu fúl með þau úrslit. Já, og þetta byrjaði svona náttúrulega þeir tapa á móti XC, tapa síðan á móti Dusty, tapa á móti Vallega og náttúrulega ná ekki sem fyrsta sigur fyrir í 4. umferð. Já, sem að svona við vorum að ræða okkur á milli svona í rauninni þetta eitthvað sem við erum frá sögu svona dálítið underwhelming og svona en síðan náðu þeir virkilega sterkan sigur á móti Ármann 16-3 í Nuke og tapa síðan á móti Þór hérna í Dust 2 en síðan eru við búin að vera á sigurbraut og eru svona on the up and up núna þannig að ég vil bara halda þið fram að fyrir sögu sigur hér í dag getur verið mikilvægt sigurinn þeirra á tímabili. Það getur bara vel verið því að þeir eru að fara að taka innbyrðisfyrirgna þá ég meina þeir eru að keppa þetta er Vallega, Ármann, Saga og XC um 3. og 4. sæti í raun og veru. Já. Og ef að Saga næri í sigur gegn XC erum við náttúrulega með 1 sigur gegn Ármanni nú þegar þá þetta eru svo mikilvægi sigrar upp á innbyrðisfyrirgnar að eiga þá allavega 3. leikinn eftir til þess að gull tryggja þær. Já, vissulega og mér finnst eins og sömu sögum og segjum XC, það er ekki málið. Já. En mér skilst að þessi loksins komið að þessu, ætlum að skipta yfir í Overpass. Overpass hefur aldrei litið betur út núna og beintininn hífarándið og XC krækja sér í sigurinn í því, væntanlega byrja síti megin og munum líða vel með það. Byrjaðu að vinna fyrsta rándið allavega, 9. rándið. En Pistols, það verður gaman að sjá hvað kemur þetta út frá sögu. Hermegin, Kristján svona í sögunni þá erum við búin að sjá sögu, ég er ekki að reyna þetta eins og en þarna þá erum við búin að sjá rosalega svona Það verið skrítu að hendi bara í fortíðinni þá sjáum við. Þá erum við búin að sjá svona sprengi ránd frá sögurinu og það smókur og 2 flöss á dóm og þeir virðast vera að halda þessu. Hvað er Triple G með Grensu og Keli? Já, þeir eru niðri. Þeir eru á B-inu. Það kemur smókin og Grensunar ætti að koma hérna í andlitaðum hvað og hverju? Nei. Ef þær koma á plantið. Nei, gera það ekki. Hérna kemur hann og keyra þetta í gegn. Triple G þarf að halda stuðu, vel gert hjá Triple G, 2K, fellir bombu, 3K, nei, Kelly Turbo er komin í hjálpina og þetta skilur Chris innan eftir.
Kelly Turbo kemur eins og kallaður en fellur hérna fyrir Chris og hann er komið 2 kill í þessu rándi, spurning hvað kemur út úr þessu en 3 leikmenn Exi, allir að róta þetta í gegnum tengið og það er komin smá, hérna er Chris bara að fara hendi plant. Þið held að hann var að fara að, en Chris er komið plant á B, þeir eru eins og að, Já, samt missir hann bombuna á áhugaverðu staðna. Chris allan að heyrir í allavega 2 manna á sjortinu, ætti að vera búin að gera þessi grein fyrir því að hann er að leita að hins vegar fleiri, en gruna væntanlega ekki, komið 2 hausa, Myndigrís er lár, Kitty Disco í vesinni, Myndigrís fallinn, Chris leitar hérna, Kitty Disco er að bjarga þeim en Chris var að leita eisinu til að klötsa þetta ránd. Því líkt að ránd hérna 4K hjá Chris, því líka opnin hjá Triple G og Kelly Turbo. En já, Kitty Disco, hann er þessu sjáum þetta hérna Triple G. Þetta er bara bomban, planið að fara þarna upp einhvern veginn. Já, það er alltaf að fara beint í gegnum og fara upp á æð og já, það er hefnast ekki alveg vel fyrir það. Chris þarna næstu því búinn að bjarga þeim út úr þessu vesinni. Það er full kaup, það er AK og Chris þeir að treysta honum fyrir stóru byssunni og það er beint á fántinni. Þannig Myndigrís gráðugur í þetta en Pandas með opnun, Triple G eins og hann er 2 menn Birnir rífrakara, 3-3 menn Birnir lár. Já, vopnin líka fann að líta ágætlega út hjá Sögu Heldur betur, og það er meira stöff þar til. Hérna kemur teiki á B, ég er mjög hrifin að þessu, beint á default plantið, Birnir fær hérna flass inn og reynir að finna einhver skotmörk. Jón eins og hann er Birnir út 2 ennþá í púlinu en Jón og Kitty Disco ná að spreyja þá niður og pick up AK og annar rándið til Exi. Virkilega vel haldið hana. Það er spurning núna hvað ætlar að halda pressuna áfram og já, kannski taka P250 en 2-4 heldur lítill peningur til að gera eitthvað svoleiðis en jú, þeir pikka upp einhver pistols þarna en ATHT velur það að halda glokkinum, væntanlega fyrir vappan Kristján. Strax inn í byrjun smá damage komið á Chris og eitt leikmaður komin í playgroundið en Myndigrís hérna heldur fastur í blúnsar en að finna einhverja hausa. Þeir eru konu með tengið og komið með ágætis map-kontrólið það en Skaðin á Sögu líka bara svo mikill. mjög mikill og fullt af utility eftir og exit til að já, henda í áttina af einhverju komandi playi frá Sögu. Myndigrís siglar þarna 5-una en gæti mist á tímasningur það, sér fyrsta leikmanninn, örlítið tikka neyri 82 en ekkert hættulegt, svarar með hauskoti á Chris. Ekkert og rólega ætlar að fikra sig þetta upp klósitinn og fjarka hann en Sjá maður rótið að koma, Kill Turbo. Dom er ennþá samt sem maður í monster að halda, bomban er núna já, koma upp tengið. leiðinni haldið að sjálfsögðu rakleiðis á A en þeir eiga leikmannanda á B-inu sem er að pussa út. Myndigrís heldur áfram að raða inn frökkunum, Pandas fallin í það skiptið. Bomban að leggja leysina hérna niður tengið og þetta liggur alltaf dúelinu í rauninni hjá Dom. Finnur hann einhverja hausa, gerir það ekki. Jón fellir hann, Jón fellir ATHT og þar eru draumatir plantið úr Sögunni. Exi 3, Saga 0, Exi að tengja saman fyrstu 3 rándinn og já, kaupið að koma inn núna hérna hjá Sögu. ATHT komin á vappan, AK á já, restvæntanlega. Hinn meginn þá er En ekki vappi á bæ allavega. nei, en það er búin að deyja það lítið. Þetta eru náttúrulega bara vopnin sem við keyptum fyrst. Já, í rauninni. Eitthvað þarna hér og þar Birnir þetta mollar öllum niður, smókurinn Það kemur er á að góðum keira bara inn tíma. í gegn. Kemst ansi langt. Gott utility eins og til að refsa þessu hraða playi frá Saga og heldur áfram. Birnir er fallinn, plantið kemur þetta niður. Jón í góðri stöðu til að refsa en er refsa beint tilbaka. Chris fellur hérna. Triple G með 2K og ATHT fellinn. Gríðalega Rosalega- gott retake á Exi. Já, en já, algjörlega. Frábært rítök í Exi en þetta var eitthvað svo samskiptalaust hjá Sögu. Já. Það var eins og menn væri ekki að tala saman hana. Kristján, það er Bara óvissan
með, já, hver var það sem fjall fyrst í mollanum, var það ekki, Það hafi ekki verið, það er ekki verið að Chris, ætlaði að verið Birnir. já, það var Birnir. Og bara eitthvað, já, Það sem er samt Áhugavert. rosalega óþægilegt við þessa stöðu sem voru í, þeir voru búin að kötta alveg út í rauninni vatnið og svona, þannig að þeir Little þurfti að Exi- halda áfram. Já, þeir En- þurfti að halda Og áfram, það nýta var sér, ekki nýta séns. sér vinna með smókunum, en það er bara- ekki að skila þeim áfram. Heyrist það nýbyrni, þannig að Triple G veit að það er menn að koma, en snýr sér samt undan Já, hana. hann sá hann hlýtur af að síðan Birnir er að leita endri hérna, en rétt missir af því. Koma hérna úr öllum áttum inn á miðina, Kiddiskonar að taka út Dom. Hann er aggressíft short play, bara heldur betur að hjálpa Exi hérna í. Búið að losa alla pressun á B-inu, ekki búið að róta þetta manni upp samt sem áður. Gott setup á aðeins hins vegar, Triple G í góðri stöðu til að taka á móti einhverjum sem að Myndgrís missir af, er upp á ruslatununa þarna og er að fá mann til sín. Triple G með fyrsta, Pandas ríflakur leið, Myndgrís núna í vesinni, klírót fimmuna, engi leikmaður þar í rauninni. Hann fær að halda sínu fastast þar. Jón nær fyrsta, Chris nær rífrakinu og er í góðri stöðu. Myndgrís nær þetta fyrsta, Hátti fellur fyrir Myndgrís og já, Vappinn, hann er pikkaður upp á Myndgrís og hann er byrjað að raða inn frökkunum. Heldur betur Exi 5, Saga 0. Exi virðast mikið sterkari hér í upphafi. Sjáum það líka, þú veist, Dom ekki komið með fragg, ADHD ekki komið með fragg. Já, og þetta er, Þetta er annað pistolrondið núna, upgraded pistol sem er takað. Myndgrís nær þann góðu damage út, en hann er í vesinni. Hann nær rétt svo að hörfa, Triple G reynir að hjálpa. Pandas nær honum út, Myndgrís er skítlár vesinni, en Birnir Sá ég hann. veit ekki á honum að hæra megin. Hjálpin er komin til hans. Myndgrís getur bakkað hérna. Lassi kemur hann yfir fjarkan fyrir hann. Hann ætlar að halda hann í horninu í álitla stund, en Kristján ADHD er með bombun á B. Já, hann er að vonast eftir að fá alltaf rótið yfir. En við sjáum það að Jón er ennþá að halda B-inu. Hér í Keflavík að leita. Kill Turbo er rótið aftur niður. Þetta er rosalega lesið akkurat núna. Og mun vera ennþá lesnara núna þegar þeir heyra shortið opnast. ADHD er þá komin hérna upp vatnið, en Kill Turbo er að fara á harrið staðina. Hérna kemur planti hins vegar. Mun ná því áhugavert að sjá að Myndgrís ákveður að píka ekki úr þessari stöðu. Býst greinilega við því að fá, já, eitt skot og díkul í andlitið hana. Plassi kemur hérna fyrir ADHD, en ekkert puss alveg strax. Jónas að nær honum niður. Þetta er 2 á móti 4 akkurat núna. Nei, 2 á móti 1. Birnir fellur, 2 á móti engum. 7. rándið til Exi aftur. Snirtilegt retake frá þeim. Það sem að Og Dom, ég verður bara að benda á að Dom 016, ADHD 006, Birnir 106. Þeir eru bara ekki að komast að stað hérna. Nei, vantar frögginn. Vantar heldur betur frögginn til að bakka þetta upp. Það vantar þau ekki hinum meginn. Jón og Triple G báðir á 8 fröggum. Myndgrís á 6, Kiddisko 5 og Kill Turbo á 3. Allir bara að leysa sín hlutverk afskaplega vel. Ég heldur að við mist af tikkinu á Triple G meira að segja þegar við byrjaði að spreyja, þannig að þeir vita kannski ekki alveg að þeir séu í tinginu akkurat núna. Myndgrís hverfur af þessari línu. Núna er að koma sér aftur tilbaka inn á, en ekkert rosalega mikið map control komið í hendunar á sögu hérna til að byrja með. 1 og 15 eftir og þeir eru að eigna shortið núna. Hægt og rólega. Birnir ennþá í tenginu. En Exi í millitíðinni er búinn að klíra B-shortið. Þeir eru að fá flassið yfir í monsterið. Enginn að finna þar og rótitið fyrir hérna yfir á A-ið og þarna er bara proactive play frá Exi heldur betur að hjálpa þeim hérna í að taka réttar ákvörðunum með rótitið sinn. Þetta er flass.
Kristján, Mikið rétt. þetta Það var nákvæmlega það sem þetta var. kemur Þriggja- ekki feilaði smók. Þriggja manna vörð frá Exi og það eru allar upplýsingarna komnar. Við sjáum að Kid Disco er komið þetta framalega. Myndigris nær fyrsta. Það er maður í 5-munni, sér þennan smók, ætlar að pússa fram fyrir hann eða ekki. En þetta gæti reynst illa því að flassi var gott, Pandas nær að taka hann út og Chris og Ati átti með mannkvorinn en Triple G minkar aðeins munin. Saga, manni fleiri gegn Kid Disco og Killa Turbo. Já, þetta var rosalega gráðugt múf af Myndigrís með hann að vappa. Hann hefði getað að spila þetta Skýtlúkaði þetta virkað en það gerði ekki í þetta skiptið. Já, þá bara skýtlúkar þetta ekki og lúkar bara heimskur. Chris tilbúin að taka mátti Killa Turbo en hann kemur út úr smóknum þá þarf Kid Disco að gera eitthvað stórkostlegt. Gerir það ekki, Pandas tekur hann út, Saga 1, Exi 6. Dom 0-7. Já, Mikið er hann þakkláttur fyrir þetta assist. Já, hann er örugglega mjög ánægður með það. Vappinu Var þetta í fyrsta skipt sem að Kid Disco deyri líka? Já. Áhugavert. Hann er búinn að halda sig á lífi. Vappadúilið Myndigrís, já. fer til Myndigrís. Ef að þetta heldur áfram, þá er þetta ansi góð byrjun að vera með betri vappan á serverunum eða vappan sem er að búa til meira fyrir sitt lið er rosalega mikilvægt og þægilegt fyrir komandi ránd því að Myndigrís er núna bara það er engin vappi hinum megin en hún gæti verið pikkaður upp af einhverjum liðsfélaga en eins og við vitum þá er bara þessi vappi designated vappi í liðinu hann er svo mikilvægur. Smókur kemur hérna yfir á æð. Millitíðin er Exi með 1 í hlemmi, 1 á 5-munni. Það er Myndigrís og Triple G. Það leikmennir. Smókandi koma þetta yfir á æð, yfir á ruslið. En 3 að halda bíinu. Dom í þessu lörklutverki. Gæti látið eitthvað gerast þetta. Birnir eins og hann fyrir að kalla clear sight hérna. En hinum meginn á mappinu. Þar er Jón að taka Dom út og bomban. En byrju, bara þessi staða á Birni er þess eðlis að ef hann er ekki spottaður hérna þá getur hann gert mikinn skaða þegar rótleiti kemur. Gríðalega mikinn. Nú veit það er á honum. Og bomban er að koma upp. En það er leikmaður hjá klósitunum. Það er Triple G. Það geta fleiri leikið þennan leik. Hann heyrði í honum. Æi, Chris. Hann er klár. En þetta er 4-3, Triple G hérna, nær að fella Birni, en þá inn á klósitunum. En Kid Disco tekur Chris út og núna Pandas 1 eftir og þetta er ekki planta fyrir hann því að Triple G kom í baki. Hann heldur sér bara inni, Killa Turbo jafnar Pandas hérna við jörð og 7. rándið í höfn. Ná ekki að strengja saman 2 ránd á það Saga og samfarrandi ránd frá Exi. Já. Heldur betur þess að ekki gleyma því hvað lið Exi og Sögu eru bæði lið þar sem að þetta momentum skiptir öllu máli. Saga henda henni leikli og þurfum bara að rifja það upp. Exi hafa tapað svona, niður svona fórustu og unnið hann upp líka. Já. Þannig að, má ekki hengja haus en ég viðurkenni það að mér myndi liða betur í stöðunni sem Exi er akkur svona. Sko, Kristján, mér langar að benda á eitt samt. Þarna í þessu terrándi hjá Dom er ennþá 0-1-8. Já, hann gengur illa. Í þessu terrándi, það sem að Birni kemst inn á A-sætið, þá er 20 í stöðunni sem ég finnst líta betur út heldur en að halda áfram með það sem þú átt að gera. Annarkvort að senda Birni í flankið og frista terrsóknina sem að var að koma í monsterið eða þá að þú einfallega cancelar og bakkar í gegnum tengið inn á A. En þeir einhvern veginn nýta þetta stóra flagg í 1 fragg á leikmann á A-sætinu. Já. Sjáum hvort að Saga geti ekki aftur þetta annars svona hrattarand og mollarnir eru bara allstaðar. Hjálpa til, Dom hérna með fyrsta fraggi sitt í leiknum. Tekin út, Ati Hátíðin að taka Triple G hérna og er núna 1 á 2. Maður inn í tengi, maður inn á B. Sér Myndigrís. Veita Myndigrís og Myndigrís veita honum. Flassi kemur þetta út og hann er störfblindur en að hitta á tímasningunni en Myndigrís hann er að bakka upp núna stegan Jón,
hann veit ekki af Jóni. Jón búinn að rótita hana yfir í vatnið, nær að spreyja á hann, en þetta er erfitt skot að lenda, en ADHD aggressífur reynir í Jón, en Jón hefur betur. 3K og Jón í þessu rándi. Mikið held ég að Dom sem fyrir verið komið með fyrsta fraggi fyrir þetta ránd 9 ADR. Já, við erum allir búin að lenda í þessu og það er fyrsta fraggið. Það er bara Það er svo mikill léttur. fjúf. Alltaf þessi smókur niður rampinn. Svolítið seint. Smókurinn, Myndigrísina reynir að finna einhvern veginn flassar og þá að kera hrattinn inn á miðina. Erum búin að kaupa allt sem við geta, til þess að geta keypt fullt í næsta rándi. Sjá hérna rétt Saga. svo í rassinn að þeim. Triple G í vesinni núna, hann fellur, Myndigris nær einum, Dom nær rífraka hann leið, Birkinis var aggressífur og Jón næri hjálpaðurðinu. Þetta er 3-3, en utilityð 100% Exi megin, Chris með stórt frakk hins vegar á Jón. Og þetta gerur allt miklu öðuldra. Dom hérna með Kid Disco, þessi tempóbreyting að gjör breyta spilinu og Christian tekur út Kill Turbo. Heldur betur Fínt tempóbreyting. að senda mökkurnar undan bara. Já, sérstaklega þegar mökkurnar ná 2 killum. En gríðarlega vel gert hjá Saga hérna. Já, eins og segir, hækka tempóið og gera þetta óþægilegt fyrir Exi sem var í framalegri stöðu og í rauninni yngri stöðu til að henda ykkur utility á mótið þeim. Þeir voru bara bakfótunum allan tíman sem þeir voru búin að vita þeim. Myndigrís náði einu skoti af og síðan bara hnífur hann upp og hlaupa close it inn og Triple G nær einhvern veginn aldrei að gera eitthvað skaðan Sjá, heimitt þetta utility damage, lagsvelina benda okkur á það hérna, komið 230 Myndigris, 150 og Jón, 125 og Kill Turbo. Ég 99 fór að sko. vefja að bróðuparturinn að þessu er þegar þeir eru að koma í þessi B-execute. Þessi mollar, Já, það liggja 3 mollar þar. Það er bara hlaupið í það. já. Grensur, mollar, þetta er óþægilegt. Þessi molli feilaði hins vegar. Ekki eins dýrt og hann hefði haldið því að einhvers einn leikmaður er sendur þarna, en hann vill líka losna við einn herrsmók þarna í byrjun, en ákveða að gera það ekki. Dómins var með stórt húki þarna á Monster. Þetta hlýtur að vera kallið beint inn á bíð, einn 100%. leikmaður eftir þar, sjáum eins og er að já, Triple G er mættur hann í tengi og þetta er Jón að falla. Vita Triple G, vita ekki Myndigris sem er að koma lönguleiðina í gegnum terspónu virðist vera. Þannig að Triple G bara halda vappa sko. Þeir hafa ekki efna á rýbæ. Nei, halda hann bara þannig. Vonast þetta er að fá 1 eða 2. Já. Nær ADHD. Þetta gæti verið opnun, vita samt ennþá að Triple G, en Ég sér samt sem að Triple G er ja, hann er komin lengst Já. undan sko. Ég er að spá í því af hverju fær Triple G sig ekki, færir hann sig ekki nær? geta allavega treytað. Já. Saga virðist ætla að exita í hina áttina. Náðu ekki vappanum. En ADHD mun eiga pening fyrir honum í næsta rándi enga síður. Kemur ykkur sök. Var að halda vappanum. Ég skil það fullkomlega, en að hafa ekki trade-frækið þarna rétt hjá. Saga hendur í timeout. Það er spurning hvað þeir sé að ræða sín á milli núna. Ég fann alltaf sé okkur keppni í timeoutum. Við erum búin að fá, hvað, 3 í síðustu 4 rándum. Já, Saga er að sigra í timeoutum. Já, 2-1. Þeir eru samfærandi yfir þar. Védís er að gefa sögu 10% sigurlíkur, eins og staðan núna. Já, ég ætla ekki að kalla hana legara, en ég ætla að segja að það sé töluvert bjartsýnt núna hjá sögu að vera búin að strengja saman 2 ránd og eru konni með Exi í smá peningaleg vandræði með 1 map og 1 M4 og þeir vita líka að báður þessi leikminni að spila á B, þannig að það er spurning hvort þeir voru að ræða í timeoutunum sinni hvernig er alltaf að haga sókninu sinni akkurat núna. Ætlar að fara beint á B sem mér sýnist vera að nákvæmlega gerast, en þar er stakkinn. Það er P90 frá Pandas. Hann verðist bara að kaupa þetta inn, þetta er ekkert spör, en Triple G og Kill Turbo hérna heldur betur búin að gera skada spært. Dom hins vegar að svara, það kvikna á Dom, Kid Disco tekur hans út, Kill Turbo er fallinn, en ekki fyrir hann náð Chris, og þetta skilur ADHD einan eftir gegn 2.
Og þarna mæti Mindy Grís. Hún klárar þetta. Kid Disco var nú ekki langt frá því samt sem áður. Nei, alls ekki með En uskuna. þetta saga að tapa eftir timeout gegn 2 vopnum í raunur og 3 pislum. Já, ákaflega flott samt hjá Exi að hlaða í að stakka hann á sætið og bíða sjálfsögðu. Pandas alltaf bara að spila P90. Já, Bara safna peningur í vappa fyrir 80, ég segi. hann fæði samt bara 300 fyrir 90. Já, hann kostar minna. Af hverju myndi þetta samt ekki fara á Exi Mac-10? að baka það hérna Triple G tekur 3 þarna út. Koma sér í 10-3. Hraða tempóbreytingin virkaði áðan. Hefur ekki virkað á B-inu í þau skipti sem hefur verið reynt. En nú ætla að reyna aðeð aftur. En það var ekki að ganga. ADHD og Pandas, þeir ákveða að fara Mac-10-leiðina í lífinu akkurat núna. Og aftur, þá hraða tempóið komið hérna í gennum monsterið, fullt af utility, en einn leikmaður sem að selja þetta feika akkurat núna. Það Pandas á mökkunni. Það ekki killi, en ADHD allan að búa til örlítið meira plássun á bíðina að feika á allt rótið. Komið og bíð fyrir að gera eitthvað rétt. Triple G heyri þetta. Hann tekin út og þetta bara kapplaup upp á aðeð. Flössunum hittir ekki þessu flassi. Dom, Kjell, Turbo tekin ansi vel niður hana. Var þetta grensa? Já. Seinni. Hjartungusprengja. Mindy Grís nei, í tenginu að leita einhverju. Birnir að fylgjast með. Spottar hana. Gott skot á Birni en nær ekki að kræki það frag. Jón hinum einn í bankanum. Tekur Chris út. Mindy Grís með Birni og þá Dom hérna eftir á 4. Líka munin. Hérna mæta allir saman og það erfitt fyrir Dom að ætla að bregðast við því. Exi 11, Saga 3 og Tommy á örskuð stundu Dom orðið næst fragghæstur í liði sögu. Já, það stutt á milli. Það skemmtilegt feiksamt. Já, Fórna Pandas hana. ég er mjög hrifinn af feikinu, en ég hefði viljað fá einn leikmann með honum, þannig að þú veist, ef ADHD hefði farið með honum, þá hefði ég getað búið til meira. Já, þetta var selt, en fyrst þegar voru að fara að fórna ADHD líka hvað sem meira á mökkuna, af hverju voru ekki bara tilbúin að selja og rífsaka þegar Já, ætluðu aggressíft hérna á miðunni en bakkúndri. Pandas bara með það hlautverk, herru, nú hleypur þú bara í að pratta og getur og sér hvað þú finnir eitthvað. En það kallið. Krisinn hann er að taka út Mindy Grís, þetta mikilvægt fyrsta fragg fyrir sögu. Triple G núna hendi varnarinn og klóstum æðir, annars ég bara autti það ekki. Já, við vorum að dæma sögu gríðarlega mikið fyrir einmitt það að henda Pandas bara hlaupandi eitthvert að Bomban okkur til. Bomban á B-inu. ADHD. Ég skil ekki þetta ADHD play að fara með bombun og B þarna, en Þetta ekki bara það ekkert að virka. já, kannski, en þetta í þriðja skipti sem ég gera þetta og þetta virkar einu sinni. Og það þeir eru búin að endrja bara alla. Exi 11, Saga 4, þetta virkaði allavega að þessu sinni. Jóna toppfragga fyrirháleiki með 17 frögg, Triple G og Mindy Grís. Já, báðir á 14, Kid Disco 10 og Kjell Turbo 8. Hinum minni Chris efstur, hann með 13 frögg, 8 á Dom og Pandas, 6 á Birni og 4 á ADHD. Og núna þurfa Saga heldur betur sterkan CT-háleikar að ná að snúa þessu við. Hafa búið til ansi sterka CT-háleika í fyrri leikjum, þannig að það er aldrei að vita út að þessi varnarvappi á ADHD hann er að búa okkur til þetta, en hérna kemur teikið á B, Mindy Grís fremstur. Breytir ekki öllu því að það er engin átunnum. Ná að klíra það öll út og hérna eftir plantið að koma. Jón komið góða fasteignana líka niðri, en grensurnar, þær geta verið dýrar, já þær eru það. Birnir tekur Triple G þetta út, en já, það voru með 2 grensur átt að nota þeir svona. Mindy Grís bústa þarna upp, nær hann einhverjum, nær einum og Chris næsta skotmarkið, nær hann honum út. Nei, gerir það ekki, Chris nær rífrækinu 3-4 núna, en 2 eru lágir. Kid Disco nær Pandasinn út og Dom á shortinu þar að gera eitthvað. Dom og Chris eru báðir lágir, eru þægileg skotmörk fyrir. Kjell Turbo en ADHD flassaður, tekur hann út. Hann er flassaður og tekur hann út. Saga. Já, þeir splitta pistólum í þessum leik.
Heldur betur, það er spurning hvort að við förum forsleiðin í lífinu og mér sýnist það á öllu. Deglur en ekki armor, það er ein grens á Triple G, 2 grensur á Kidda Disco líka. Gætu nýtt þar í eitthvað. Það með þess eitt sem ég þoli ekki í íþróttum og það er alltaf þetta ein keppni í einu, eitt ránd í einu. Þannig er það ekki nákvæmlega þannig sem að Saga þarf að hugsa núna. Jú, í rauninni. Það er 11-5 akkurat núna. Þeir eru manni undir líka eftir mér sýnist að hafa verið grensustakk á B-inu í bústinu sem er ákaflega leiðileg leið til að deyja því að þú bara svona, ok. Dómina allavega jafnar munin. Myndir í sig fallin sem er búin að vera stór fyrir á í þessum leik en það eru hættulega deglur hérna hjá Exi og já, núna er það bara 1 fragg í einu, Kristján. Þeir eru búin að hægja á tempónu. Þeir eru bara að reyna að láta degluna syngja hérna. 4 stykki af þeim hér að koma inn á hæð en grensa góð dóm hérna með 2 frögg. Vita báðum. Rótið er komið inn. Jón er komin ansi nálægt en fær flassan í smettið. Nær að smetta Birni og Keli Turbo komið inn. Eftir. Já, en vita á hana núna. Jón er eins og að Lára Optimus. Bomban ennþá fyrir utan. Jón er störblindur eftir þetta flass en við þurfum að henda þessu bombu niður, feika eins og að plantið og reyna að fá Pandas til að kíkja. Jafna Pandas þarna við. Þetta er spar. 2 grensur og deglur. Þetta er eins og mikið spar og við fáum í CSGO. Frábærlega spilað hjá Exi og þetta heldur betur hlýtur að draga úr sögu. Þetta jafnar dálítið út rándið sem þeir unnu hérna, það sem þeir rössuðu á A-ið með mökkunum hérna. Ég get alltaf sagt það, Tommi, að Védís er að gefa sögu 2% líkur akkurat núna. Það er ekki góða líkur. Nei. Eina sem er verra er 0 eða 1. Það er deglur hinum meginn á sögu og eru konum með fountainið allavega og eru konum með tengið, ekki aggressífir í það en verðist vera núna að Dóm er aðeins að koma sér fyrir þar en hinum meginn á mappinu, Exi, þeir eru mjög passífir og krækir sér fyrsta frakkið núna þegar að Birnir pussar niður í T-rampinn. Já, var í skemmtileg stöðana, ADHD hérna. Keldur upp á grunaðan. En hérna er að taka út ADHD. Næsti kontakt líklegast hér hjá ADHD og hann er tvöfaldur. Triple G, hann ákveður nú bara að setjast niður. Já, vildi ekki sigulpíka þetta eða neitt en núna vita allan á 2 leikmunum, einhvers einn annar á mappinu og það er Chris, hann er hins vegar á súlunni hérna. Það dansað þar, hann gerir það ekki, Kiddi Disco nær honum en Dóm að það í bakið á 2 en tekur leiðin út, mollar út shortið í kjölfarið og já, hvaðan kemur Pandas, hann kemur frá shortinu, ætlar að mögulega ná í einhverja byssu hérna en það er nú ekki mikið í boðinu fyrir hann. Er með CSIT og Armor, getur haldið hvernig... Ja. Nei. Þú átti þetta nú bara skilið fyrir að feila þessu silent droppi. Hann vissi það líka sjálfur, það sást á honum. Exi 13, Saga 5. Já, nákvæmlega. Ég velti fyrir mig, Tommi, Saga átti valið milli núk og overpass, velja overpass og eru núna 13-5 undir. Hefðu getað farið í núk þar sem að þeir voru heldur betur á rönni. Overpassið er núna fyrstu 18 rondin allavega heldur betur að svíkja á 13-5 undir. Sprey kemur niður og shorti frá Kela, ekki, já, hæfir kannski Birnir örlítið þarna en þeir eru búin að bústa þarna upp ADHD og Birni sem að sér þarna nokkra leikmenn, þeir eru ekki að leita að þessu en hann er búin að sjá 2 leikmenn allavega. Jón veit ekkert hvað hann er að skjóta. Hann veit ekkert hvað hann er að skjóta. Skemmtilegt. Myndigrís tekur svo út Dóm. Malur tengi og það eru allir leikmenn sögu
niðri á B í augnablikinu. Það er bomban, já, mætir á A-ið. Hljóta að hirti þessu smókið það ekki. Jú, ég ætla að róta það upp, tengið og reyna að fá eitthvað út í þessu en það er ekki mikið á mappinu Virðast annað ekki en hafa verið búin að heyra þetta. það er AK sem að Jón skildi eftir sig sem að þeir ætla væntanlega að ná í. Er að búast við einhversi að halda honum eða hvað? Nei, þeir eru búin að ná í hann núna. Þetta var M4. Það er fínt. City-bissa. Tómi sagði að 2% líkur að 1% verður verri. Það eru 1% líkur núna sem að viti sér að gefa þeim. Ja, það var bara 0% sem vera. Já, Ætli hún geti sínt 0%? Ég efast. þetta er fatal error. Exi 14, Saga 5 Exi, einfallega bara að gera. Þannig sjáum við double boostið hérna upp á sandbox á shortinu og hérna er grunlaus Jón. Hann veit ekkert hvað hann er að skjóta hann í þokkabót. Það var reilið fyrir haustum á honum þannig að hann vissi ekkert. Hann sá ábyggilega ekki í leikmanninn sem er að skjóta hann. Exi konum með aðeins hraðara tempóið þar inn á B-shortinu. Býða eins verið eftir málunum. Ætla ekki að smóka hann út og ekki láta það mikið vita af sér en þeir eru að fara að labba hérna inn í sterka vörn. Sögu á B-inu. Chris hann rétt missir af fyrsta. Gott tæmi var flassin. Birnir með 2, Kittis kom 1. Chris nær honum út 3 kill fyrir 1. Næsta frag verður að falla með Exi, verður alltaf að ná þessu rándi. Hrifin af hugmyndinni og mjög hrifin af flassinu. Hitt á góða tímasendingu en Myndigrís er nú aftur. Dálítið svona smókarnir eru ekki að hjálpa honum í þessu leik. Svaf á verðinum hann aðeins. Og já, eins og segir, smókarnir hafa ekki alveg verið honum í hag. Nei. En Triple G er núna 1 gegn 4 leikmönnum Sögu. Huga 3. Kristján klárar málið 14-6. Það hefði verið risastórt að ná þarna einu öðru fraggi en Það séu peningi sem er komin á Kill Turbo getur hent hverju sem er. já, hann er bankinn í liðinu. Virðist vera. En það myndir ekki treysta þessum manni fyrir peninguna ennum með það. Jú, 100%. Þetta, hann er dálítið bankamannslegur. Kannski ekki þessum. Hratt yfir að shortið, Birnir þarna heppinn. Sleppu með skrekkinn þarna en þeir eru konum með short controlið allavega. Jón komin í aggressíva stöðu að fylgjast með því en það er spurning hvort að Birnir sé að fara að fá flassina yfir á shortið að klíra það út en Keli Turbo í sinni klassísku stöðu lefum mér að segja þarna fyrir ofan þarna grindverkið fylgjast með Monster. Spurning hvað þessi grensa lendir. Það er ekki nált neinu City, svo mikið ég veist. Birnir tekur smá skada, Jón heyri þetta allt saman og getur sko bara að spotta hann. Grensan er ágætt hjá Sögu. Þeir eru konum með rókvöldið frá ATHT þarna yfir á B-ið. Þetta er bombunni. Hún er ennþá alveg aftast í Monster. Þetta er Nánast á sitspóninu. Þetta er sama setup og þau notuð í senasta rándi þar sem við flössuðu inn eitt leikmann á shorti en tíminn er naumur núna. Þetta er að renna út fyrir þá. Þeir ætla að reyna að ná einhverju endri þarna. Chris er að fylgjast með þessu. 20 sekundur á klukkunni. Tommy, það er ekki mikill tími til að vinna þarna og Saga með bara gott hald á B-inu. Þannig að þá er sjónum snúið að A og þar er ATHT mættur til þess að halda þessu en Jón ákveður að taka hann út bara hér. Verður að fara beint í platið. Dom brennur hérna, þannig að þetta plant er tryggt, ekki hefða mátt vera tæpara. Heldur betur, 3-3 er retake og það er ekki mikið utility til að tala um þannig að það þarf bara að labba inn og gera eitthvað. Engin vappi á CT-num, þannig að Myndigrís fær að nota hann alveg sjálfur, passívar stöður. Vita líka bara allir koma hann með henn. Búin að bústa Myndigrís þarna upp og þeir eru grunlausir það. Titta bombuna en
Chris að taka hann út, Jón einn eftir vita á honum, hann var að bústa honum. Chris mættur þarna bara til að halda utanum Pandas. Það duði ekki alveg til, en það duði til þess að vinna rándið samt sem áður. Saga 7. Mjög vel spilað þarna í rítekinu frá Sögu. Algjörlega stillir sig upp hana í ég bara Meatshield, það er bara hannig. Eins og ótt að gera. Þetta er mikilvægasti leikmaðurinn í liðinu leiðan er komin á þessa bombu. Það er að halda lífi í honum. ATH á prikinu aftur. En það eru pist og sinum einn. Grunar eitthvað búinn að koma sér fyrir á 5-2. Já, grunar að Myndigrís sé að labba í línuna og þarna eru dúelin að færast í hag ATH. Já, vappalaust í þetta skipti náttúrulega hjá Myndigrís. En hann var með vasavappa eða ekki, hann var með deglu. AP Light. AP Light. Ætlum sé ekki aðeins svo stór fyrir vasa samt. Það er aldrei stór byssa. Það fyrir ekki með stóra vasadómi, þetta átt að veita. Það er rétt. Jón mollar hérna út af sjórtunni, bomban liggur hérna fyrir hinnan og Birnir hreinlega bara refsa fyrir alla reynda. Já. Triple G með ATH, vappin liggur í valnum en Dom hérna nær að rífraka hann. Einungis 2 leikmenn eftir hjá Exi til að búa okkar til og Jón er komin í stöðu til að gera eitthvað en Pandas grípur í ræsin á honum áður en hann nær að gera eitthvað skada. En Kelly Turbo, hann ætlar að búa til eitthvað skada bara sjálfur, hendur hann flassi upp, spurning hvort hann ná að búa okkar til. Nei, Pandas tekur hann út og gerir stöðuna aðeins bærilegri fyrir Sögu, 14-8, spurning, eru þau konur með 3 eða 4 ránd í röð? Já, þeir eru alltaf konur í 3% sigurleikur. Já, heldur betur. Það er alltaf uppleið hjá Sögu. Og þeir væntanlega búast við að komast í 8% sigurleikur hérna eftir þetta ránd, en þeir eru að komast í gegnum það allavega, engin vappi hinum meginn hjá Exi. Öll stemmingin Sögu meginn akkurat núna og Saga verður bara að ég halda áfram að keyra á það. Þvílíkar Og grensur. þriðja kemur hérna og tekur Kitta Discorið í 3. Skemmtileg uppsett. Gríðarlega vel uppsett, þetta er mjög skemmtilegt. Myndgrís ekki að bregst bógalistin. Bregst bógalistin hann á AK sprayinu og Dom sleppur með lífið hann upp úr tenginu sem að hefðu ekki að gera en Myndigrís gráður hérna á ATH á vappanum. Kelly Turbo nær Pandas hann út, nær rífraka fyrir Kitta Disco. Hver hendi síðustu grensu? Það var Dom úr tenginu. Já. Birnir hann bara fast upp við vegginn hann vinstra meginn, Triple G fær ekkert pík frá honum, veit af Chris á hérna súlunni, sér hann í byssuna, nær að spreyja en Chris í rífrakinu nær honum út. Ég er ótrúlega hrifinn af þessu grensu kombo hann hjá Sögu í þessu rándi. En Exi henda rakliðs í timeout, það er 2-2 í timeoutum. Já, vil ekki hleypa Sögu í 10 rándin. Og þar er væntanlega Jói Shine að lesa yfir mönnum. Þetta er leikur í rauninni, þeir eru búin að byggja upp núna mjög góðan grunn í gegnum allan leikir. Þeir komnir í 14 ránd og núna þarf að búa til smá momentum til að klára leikin út núna og fínt að hafa reynslubolta eins og Jói Shine á hérna línunni sem coach til að siða eins menn til og búa til eitthvað fyrir þá. Hann er með djúpt playbook og kann ansi marga hluti þarna til að loka svona mikilvægum leikjum. Fyrir valinu er að kaupa hérna diglur, tekkur, 1 P250, 2 flush og 1 smoke og ég ætla að búa okkar til hérna upp úr tenginu. Ég finnst líklega að þeir sé að fara hérna upp á shortið. Fjarkan Lósið inn ATH lókar á fyrsta mann en Myndigrís er fallir enn og aftur. Þeir eru honum með eitthvað illa við Myndigrís. Pandas vilt spray nær engum þarna.
gerir mikinn skaða. Mikið á aðeins allt sem áður, en það breytir ekki öllu þegar Vappi er næstur en ADHD ekki að láta að stoppa sig, kom með 2 hérna bæti við þriðja. Og Birnir ákveða að taka á sig af ADHD. Já, það er leiðilegt fyrir ADHD þarna en já, hann fagnar þessu. Við fáum eitt blikk. Exi henda aftur í timeout og það er væntanlega verið að tala um þetta round hérna. Þetta er fyrsta gunroundi sem þið fá með mínútukýlis á Vappanum í, leyfum mér að segja ábyggilega 4-5 round sem er sérstakt en við tökum eftir því að ADHD er að koma sér á stað núna þar á meðal með þessu 4K áðan en hann er búinn að búa til alveg þó nokkrar opnarnir núna í senustu roundum sem að Saga eru búin að vera að sigra. Já, engin spurning, Exi eru bara komnir í ansi leiðileg mál en þeir vinna ekki þetta round. Þeir þá mæntalega að fara í eitthvað hálfkaup eða spara í næsta roundi og Saga er þá komin ansi nátt, vera bara komin endalega inn í þennan leik aftur. Já, fer rosalega mikið eftir hvernig þeir eru að fara að fragga söguna eða hvort þeir sé að fara að ná planti því að þeir eru í full loss bonus og þeir eru termegin þannig að það gæti komið ágætis kaupið að ná plantinu í þessu rándi og tapa því en 5 rándir röð sem Saga er búin að ná hérna. Exi náðu mest að strengja saman 6 rándir röð upp á í fyrri hálfleik. Næstu í 3, Jón nær hins vegar þriðja hérna en 1 refrag hérna kemur. Nú er ADHD. ADHD er einn eftir. Einn ADHD á Vappanum, það er búin að molla hann út, vita hann, heyra tikkið og þetta var glæsileg entry hérna frá Exi á B-sætið en Dom í tenginu mjög nálagt í rauninni að ná í rassina á einum sem var að lurka inn shortið og láta menn vita að þetta væri að fara að koma. Exi að fara hér í 15. rándið map point. Saga, ápening fyrir kaupi í næsta rándi en Þeir eru, 100% að fara að kaupa allavega. Já, það er nokkuð gefið en ADHD getur droppað á Pandas og restin getur keypt. Já, ADHD er að halda armor kitti, grensu og flassi með Vappanum þannig að það er ekki stað með þess að P250 bara svona því að ákveð ekki. Já, fínt að hafa svona eina ef að skotin gega. Og Exi henda bara í annað timeout, þá bara nota öll timeoutir og vinna timeout keppnina. Þeir eru að rústa í timeout keppninu. Jú, 4-2. En höfum við séð lið nýta öll 4 timeoutin áður? Bæði lið? Nei, annað lið. Annað lið? Ég er ekki viss. Gæti verið að Dusty hafi gert það á móti Þór. Það er eina sem er dettur í hug. Ég held að þeir hafi tekið allavega 2 eða 3 timeout. Ég segja allavega, ég ætla ekki að taka neina sjensa. Vilja bara loka þessu, en það má ekki gleymast að þegar þú tekur timeout þá fær hitlið líka tíma til þess að stilla saman strengi og nú er það að duga eða drepast fyrir sögu. Ef Exi bæta við 1 rándi þá fara þeir í 10 stig. Það er grensu stakkin á B-ið aftur. Það er engin nálagt í rauninni núna til að taka damage. Eða hvað? Það er einn að róti það núna yfir. Ef að grensunar kæmi á þessari tímasningu geta gert það. Gera aðna öllítið damage á Panda sem var aðna til staðar og Birnir tekur heldur betur skada. 19 á honum. Myndigrís með skópin ætla bara að lappa inn monsteri núna. Fá leikmenn með sér til að rífraga. Ná opnunum. Flassið þarf að koma hérna, gerir það en Jón nær fragginu. Það er alltaf opnast hérna. Chris á súlunni hérna, þarf að gera eitthvað. Nei, það eru öll frögg að fara með Exi. Og ADHD er komin í heaven og þarf að bjarga þessu fyrir, þarf bara að bjarga rándinu fyrir leiknum fyrir sína menn. Upp í heaven, í vesinni, búið að smóka hann út, grípur í hnífinn, hoppar út, drífur ekki og 16-10 Exi. Exi 16, Saga 10, Exi fana þá í 10 stíin. Eru bara í toppmálum akkurat núna, Tommy, en Saga, 0-2 undir í þessari innbyrðisviðregn og ég meina það er mikilvægast fyrir Exi hérna. Það eru 2 punktar svo sannarlega en bara búin að losa sig við sögu. Já, og núna í rauninni þá eru þeir væntanlega að fara að horfa á leikin sem kemur hérna eftir sem að er að fara að leyfa einu svona contender sem að er að koma upp í rassina vallega.
að hindra, að Þórsara sé að fara að hindra Valli að krækja sig í stig því að þá eru þeir bara í feiki þægilegri stöðu í þriðja sætinu. Exi líka að ég náttúrulega taka þriðja sætið aftur. Ármann var fyrir ofan á innbyrðisviðureign en núna er Exi ennþá með þann eina sigur á Ármann. Þannig að ég meina bara frábærlega að spila hjá Exi í kvöld, bara lokuðu þessum leik og hleyptu kannski Sögu óþarlega langt inn í hann miðað við hvað það var sterk byrjun. Já, vissulega en þarna voru bara leikmenn hjá Sögu sem voru bara að spila ákaflega vel á City-sætinu og við búumst við í rauninni að við séum að fá gott City-sæt frá báðum þessum liðum, hafa verið að sína þá sanna en þarna er augljóslega Exi með örlítið dýpri playbook og ná að loka þessu ákaflega vel með 11-4 minnum við fyrriháleik. Passar, 11-4 sem City í fyrri, tapar náttúrulega pistólinn í seinni hálfleik til Sögu en svara svo. Já, það var náttúrulega það mikilvægasta ránd sem að þeir unnu í leiknum í rauninni, loka þarna bara og byrja svona hefja í rauninni rönnið á því að loka. Ná í 12., 13. og 14. rándið í röð, bara í beit og ég þarf ekki fyrir eftir það sem að Saga kemst inn í þetta og nær 5 rándum í röð áður en að Exi lúkar þessu. Já, og þarna eins og ég segi, leikurinn hefði verið mun meira close, hefði verið ekki krækt sér í þetta ránd en mér langar að benda á í fyrri hálfleik þegar þeir voru City megin, þá voru þeir rosalega duglegir á B-inu til dæmis og reyndar á A-inu líka að ná í þetta info mjög snemma því eins og við vitum þá þetta er stæðsta mappið í mappunum okkar, rosalega löng rótið fyrir Terrana að komast á milli, miklu styttra fyrir City-ana og þeir voru að krækja sér í gríðarlega gott info, voru að spila overpassið bara rusu vel City-megin. Já, klálega, Tómi, hver er MVP í þessu leik? Góð spurning. Svona leikbæni sem að skein mest á Exi megin. Það var svo mikið team effort. Jón? Mér Jón ákaflega góður. Já, ég held að það sé ágætis kól. Hann toppfraggaði var lang hæstur á sögn með 25 fröggi, ekkert lang. Chris var á 22 hjá Sögu en Jón var efstur í liði Exi með 25 frögg. Kill Turbo og Triple G báður á 20, Myndigrís á 17 og Kid Disco á 16 og eins og það sagði hinum megin þá var Chris held ég lögreglega á 22 var að toppfragga fyrir Sögu, Dóm á 15, Pandas á 14, ADHD og Birnir á 13. Mér langar líka til að minnast einmitt á Triple G, mér fannst hann virkilega sterkur í liði Exi í dag. Já, og hann var þessi gaur sem að þurfti að passa Myndigrís á A-inu, hann var leikmaður líka sem fær oft gagnrýni á sig. Já. Hefur verið á lítill í mörgum leikjum en á þess tímbil þá er hann bara búin að spila mjög vel. Já, mér finnst hann vera bara að stíga virkilega og bara passar í liðið. Þetta liðið make a sense í kringum ekkert endilega hann heldur í hverju einustu stöðu sem er í liðinu þá make þetta sense. Þeir gerðu gott trade að fá Kita Disco inn og núna passa bara öll rólinn. Þetta fungerar mjög vel og ég sé alveg grósku í þessu liði núna og þeir eru að spila mjög vel. Klálega. Já, Exi sitja, komnir núna bara aftur í þriðja sæti sem að hafa verið í megnið af mótinu, meðan Saga situr sem fastast í 7. sætinu. En, hér á eftir, það eru 2 stórveldi sem mætast, Þór og Vallega. Við komum aftur eftir örskamastund. Vört í besta sætinu í vetur og hóð á alla leikina í NFL. Tryggðu þér áskrift að sportpakkanum og bættu við NFL Game Pass fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Topp dagskrá alla daga á Stöð 2 e-sport. Kamila, við fyrir við þetta. Ó, Steini! Rauðvín og klaka. Queens. Góða kvöldið. Það er frábærar. Sandkassin. Új, einhver aðstöðuna? Ég er með riffil. Game TV. Þetta er Arnarsparkið! Oh my god! Turfdeildin í Rocket. Þeir eru búin að eiga sín færi. Babe Patrol. 8 metra frá mér. Hjálpa mér! Það vel gert. Og Vodafone-deildin. Sem og ADHD hana með frábært skot. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Líkið er af ungri konu með sítt skollitað, rauðleitt hár. Hún
er í gulu útivistarjakka, ljós á hörund og er 25 ára. En hún er þá ekki fyrsti ljósmyndarinn sem hrapar fram að klettum hér slóðir. Nú. Gulu eru slys, fjólubláu eru banaslys og rauðu er fólk sem við höfum aldrei fundið. Við erum með langflest banaslys á landinu. Allt túristar. Þú klárar yfirheyrsluna, þrýstir á henni þá til að þú færið upp úr henni sannleik. Ég ætti að skilja strax hvað er í gangi. So, this is a murder investigation. No, I mean, we don't know. Yeah, we don't know. No police. No, it's a Christmas show. Og með okkur í dag eru auðvitað þið líka sem að fylgjast með okkur heima. Gleðileg jól til allra! Hver er uppáhalds jólasveinninn ykkar? Ok, þetta er geðveikt! Við höldum heilin jól. Við viljum vera hjá þér jólin allstaðar á Stöð 2 og Stöð 2 Plus. Hvað myndir þetta? Svart sambal. Já, ok. Hér eru hlutir sem þið gætuð ekki ímyndað ykkur. Drekatemjarinn mun vísa ykkur rétta leið. Var þetta? Buxuna mínar, já. Hvernig færðu mig alltaf út í svona rugg? Stórir draumar geta ræst. Gleðileg jól til allra! Alltaf bless! Við viljum vera hjá þér og krökkunum jólin á Stöð 2 og Stöð 2 Plus. Það er að mæta. Vel gert. Sjá hann. Game TV er á Stöð 2 e-sport. Sáu þetta? Þar sem Óli Jóels og félagar spila nýjustu leikina á sinn einstaka máta. Double kill comeback. Let's go, baby. Game TV. Mánudag klukkan 20:00. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Koma, Ný þáttaröð á Stöð 2 Sport. Þar sem við fáum innsinn í síðustu mánuðina hjá Kára Árna og Sölva Geir á knattspyrnuferli þeirra. Hvað gerir þarna? Íslandsmeistaratitillinn er hann farinn. Ásamt því að fylgja þeim eftir á ótrúlegum lokaspretti Víkinga í sumar. Víkinga, fullkominn endir. Velkomin aftur, það er komið að viðureign Vallega og Þórs Akureyri. Þór eru í öðru sæti deildarinnar, Vallega hins vegar í því 5. Það eru, 12 stig á Þórsurum, núna 6 stig
á Vallega og já, við erum búin að segja þetta áður, Vallega náttúrulega liðið sem að var að berjast hérna á toppnum á síðasta tímabili en hafa bara ekki fundið alveg í að sína leið inn í þetta á þessu tímabili. Nei, voru mjög sterkir í stórmeistarmótinu og sjálfsögðu spila til úrslita þar, tapa þar leika móti Dusty í góðri viðureign, en einhvern veginn eftir sumafríð, þegar deildin byrjaði, þá sáum við stóra galla í liðinni og þeir voru að tala mikið að þetta gæti bara verið sumafríð og þeir náttúrulega tóku gott sumafrí. Það á að vera komið úr þeim og þeir þurfa að fara að láta núna stiga blað. Þeir eru búin að tapa móti Dusty, þeir eru búin að tapa móti Exi, þeir eru búin að tapa móti Þór, þeir eru búin að tapa móti Ármann. Þetta eru 2-3 lið á þessu blaði sem það getur unnið. Þetta eru 3 sigrar á tímabili, koma allir í röð, Saga, Kórdrengir og Fylkir. Þetta eru liðin í 7., 7., 8. sæti. Þeir eiga að vinna Ármann á ekki eins og góðum degi, þetta á bara að vera góður leikur. Ármann bara lék sér það. Exi, þeir eiga að vinna á. Exi er í 3. sæti núna og Vallega er lið sem að... Fyrir tímabilið áttu við að vinna sér lið. Já. En síðan eru það lið sem að ég hafi bara verið að spila virkilega vel. Tommy, ef við ekki bara drífa okkur í þetta stutt í leikinu og við ætlum að byrja á að fara yfir lið Vallega. Og það er leikmannabreiting í liði Vallega í kvöld. Við förum yfir hópinu sem við fáum upp á skjáin, það er mjög skemmtilega. En Denos er ekki að spila í kvöld. Þetta er blóðtaka því að þetta er gríðarlega hæfileikaríkur og reynslu mikill leikstjórnandi. Góð mynda af Exi, en þetta er ekki Vallega en Stall, Skóter, Spike og Narvi spila allir í kvöld en Tæt stígur inn í liðið í stað Denos. Fleiri frögg á blaðið sem að koma frá Tæt vissulega en það vantar kannski eitthvað upp á í svona köllin og svo framvegis því að náttúrulega eins og við erum búin að tala mikið þá er Denos svona dálítil brainiac þegar kemur að þessu, gríðarlega reynslu mikill og kemur með ró og yfirvegun og gott klötspotential í sér en missa það en að sjálfsög Tæt kemur inn, leikmaður sem getur klötsa líka, koma fleiri frögg frá honum þannig að þetta gæti verið svona áhugaverð skipting í ljósið þessar rauninni þegar að mæta núna gríðarlega hæfileikaríku liðið Þórs. Tæt náttúrulega spilaði fyrir með Seven með stórum hluta af þessum kjarna og ég spilaði með Þór á síðasta tímabili. Kannski ekki besta tímabili sem við séum frá honum hér á síðasta tímabili og því að leikmaðurinn er góður. Virkilega. Passaði engan veginn inn í rauninni bara systemið hjá Þór á síðasta tímabili og réttmætanlega þá er hann ekki í því line-upi núna því að hann var ekki góður þar en við vitum að hann getur eitthvað. Vitum hann er góður og hann sýnir það væntanlega hérna í kvöld. Spilaði náttúrulega með Seven til úrslita í stórmeistaramóti fyrir 3 tímabilum. Já, passar og þar var hann bara virkilega góður og þú veist, hann kemur upp í gegnum en hann Dettinet skóla CS og hann kennur hún CS og fær að hitta núna server bara hinum einu í hinu liðinu. Já, Tommy, hver er þinn toppmaður hjá Vallega í kvöld? Narvi. Þetta er fragghundurinn hjá þeim og hann þarf heldur betur að sína sig og sanna þetta á móti mjög fragg-heavy lið Þórs. Þá slúum við kíkja á Þórsarana og þar er breyting frá síðasta leik en við erum að fara aftur í upprunalega byrjunlið. Alli, Dettinate, Delli, Steppi Kókó og Rín spila allir þennan leik, þannig að instant stígur út og Delli kemur aftur inn í liðið. Var ekki örugglega Delli sem satt hjá síðast, jú? Jú, gott ef ekki. Já, allavega, instant spilaði 2 leiki í röð og þú veist, við fengum að sjá hann, það var frábært, vonandi fá að sjá okkur meira á honum á þessu tímabili því að það er unun að fylgjast með honum spila CS. Algjörlega, Tommy, Þórsliðið, þetta er eitt af þessum liðið sem er oft erfitt að tala því að það er bara allt að ganga upp hjá þeim, það virkar eiginlega allt sem að liðið hendi fram, töpur náttúrulega naumlega gegn Dusty, eina tapið í deildinni en þetta er bara maskina sem heldur áfram að malla. Já og rauninni er að fljóta á mjög svona einföldum CS, bara frag heavy, góð mid-round call, spilar rosalega mikið default, bara skemmtilegu CS að fylgjast með, aldrei svona bara, já, þú veist, bara ekki alveg face it, það er meira svona construct heldur en face it rauninni og Dettinate er að halda gríðarlega vel sína leikmenn og það er bara rosalega skemmtilegt að sjá hvernig reynsla og öll fröggin koma þarna á milli og að sjálfsögðu einn af leikmennunum sem er að drífa áfram þessi frögg er Steppi Kókó.
Toppmaður. Ekki Steppi Kókó, heldur Detonate. Það gaman að fá hann aftur inn á server og hann er búinn að eiga nokkra góða leiki á tímabilinu og ég spáði að hann síni snilli sína hérna aftur og ný á móti Vallega. Hvert vil sjálfleik fara? Sko, ég fór að analysa aðeins mappúlið það sem þeir eru búin að spila. Þeir eru búin að spila Vertigo, Dust 2 og Overpass. Þórsar er búin að spila 3 sessunum Vertigo, 2 sessunum Dust 2 og 2 sessunum Overpass og hinum Vallega búin að spila 3 sessunum Inferno og þaraf koma 2 af 3 sigruð þeirra. 2 sessunum Nuke, 1 sessunum Mirage og 1 sessunum Vertigo. Vallega vilja ekki fara í Overpass, Vallega vilja ekki fara í Vertigo. Nei, tapar alltaf þar 16-3 í fyrstu umferð. Já, og ég svona spáði því að við gætum mögulega verið að fara að sjá Dust 2, mögulega Mirage. Mjög áhugavert að segja þetta því að eins og vídeói fór þá bannar Vallega Overpass, Þór bannar Nuke, Vallega bannar Vertigo, Þór bannar Inferno, Vallega bannar Ancient, skilur eftir Mirage og Dust 2 og áhugavert nokk, Þór velur Dust 2. Það kemur ekki ávart í rauninni því að þeir spila... Það er svo sterkt Mirage-lið. Já, þetta er gríðarlega sterkt Mirage-lið. En hins vegar, þá eru þeir eru með þarna Mirage og Dust 2 sem spila bæði. Já, og en þeir vita hins vegar að Vallega, þeir spila Mirage. Við erum ekki búin að sjá Vallega í Dust 2. Við erum búin að sjá gríðarlega sterkt Þórslið spila Dust 2. Já, það eru nývandir hérna, já, þeir eru hafnir, bara hennilega. Hafnir og... Já, þetta er 1 og 1 og þeir eru báðir lágir, Alli og Stals. Það er Alli sem hefur betur Þórsarar fá valið. Líka skemmtilegt að við séum að fá aftur inn bæði Alla og Kókó því að eins og við vitum, Dust 2, CT main, þarna getum við sett upp double up setup og það er bara hrikalega sterkt. Sterkari hér enn í Mirage allavega. Já, vissulega. Þarna ert í örlitlu vandræðum ef þú hittar á B-ið í Mirage sem Terri og það er vappiðar sem nær einungis einu, menn Kókó fer leita af upplýsingum á miðjunni en komin inn á shortið. Ekki þarf að finna en Alli nær góðum haus á toppmann Tóma Nerva. Farin að spá í því, ætla að sé svona reyna að fá, nær góðu hauskoti að ná tætt og nær að pakka sig inn á Býður hann bílinn. Velkomin í deildina á tímabili. Gótir að leita að einhverju á shortinu. Sé leikmann en hittir ekki skoti. Jú, Kókó örlítið láraðans, komin í 71. 2 leikmenn í miðjunni og Stals nær della niður. Alli hins vegar í hurðinni. Í góðum róteti kemur þetta bara inn á miðjuna. Þeir ætla bara að fæta á miðjunni. 2 leikmenn Vallega eftir Gótir og Spike og þeir eru í neðra. Það er búið að Spike er með 1 smoke á sér, engan armor. Geta hitta myndu hérna. Kókó komin örlítið niður í HP. Heldur áfram að fæta. Ákveður að bakka núna. En það leikmar á B-inu, Gótir. Það segir ekki nei við góðri uspu. Það er bara 1 maður að halda A-inu og það er Alli. Geigar á skotum stórum skotum, Alli í vesinni, Kókó komin í vörnina, hann er fallinn, Alli aleinn. Dettin þetta að bara spretta yfir á sítspónið. Ætlar að hitta einhverja leikmenn, rétt Geigar á skotum á Gótir, en Gótir og Spæknar að spila úr þessu rándi heldur betur vel og krækir fyrsta rándi. Heldur betur. Þetta var 3K á Gótir Leik á allsotti undir restina. En svakalega hægar þreifingar hann að megnið af rándinu. Aðeins verið að kýtla hingað og þangað. Heldur betur. En það eru Diglur og Seta Rín ákveður að halda í uspuna. Spilar 1 á B-inu með hana. Kókó hérna eins og var búinn að ég kom að sinna í lobby og sjáðu Detonate búinn að pússa upp shortið. Gæti hitt á tímasningu og komist á milli leikmanna en hann ætlar að halda þessu örlítið. Rótið er að koma hana yfir á shortið. Það er eins og grundadelli hérna. Það hreinsar út. Það er eins og tætt grunda. Svo mikið. En þetta er bomban.
vita bombunni, en einn leikmaður að koma suicide, það Narvi, hann bara grunar þetta allan tíman og fellir Narva. Loksins náður að svara á detonate. Stals síðan tekur út Rín og Bjeð í eigu Valle eins og staðan núna, en þetta bara Stals og Spike, tveir eftir, Spike með bombuna. Hlaupa löngu leiðina upp terspónu og Kókó komin á milli þeirra. Delli komin í rotatið. Stals heldur betur stór hérna, komin með 3 frögg á nafni sitt og Delli komin með galul allavega og gæti hitt á tímasningu þetta. Spurning hvort að Spike hafi heyrt í honum, grunar það, hendi niður smóknum að það, en Delli ætlar að vera prakkari, en það heppnast ekki í þetta skiptið, en þeir að gera hellingsskaða. Algjörlega, detonate náttúrulega opnaði þetta ránd með 2 fröggum. Delli með sitt á longinu síðan og öll fröggin hjá Þórsunum komið þannig bara á fyrstu 20 sekundurum eða 30 sekundurum. Já. Einfallega Rín sem að náði ekki að halda bíinu þarna í þessi erfiðri stöðu sem að opnar þetta fyrir Vallega. Þór kaupir hérna en ekki nóg fyrir Vappanum sem að þeir eru þó með Alla og Kókó til að munda, hins vegar gótir hérna að ná út Steppa Kókó. Og læðast þetta upp longið. Ég ekki byrjað að gruna, enginn að halda í runni. Ætla bara að gefa sætið og halda shortinu. Og tæti hérna í eftirhildurkinu. Alli fallin á miðunni. Vita núna leikmönnunum upp á A. Nú það dettin þetta að halda shortinu niður. Mögulega ná einhverjum pikkum. Já, Valli ætti að vita að vera 2 leikmenn að koma short. Og taktu eftir Narva í neðra. Hann geti verið erfiður fyrir Þórsara að díla við. Þetta bara búið að tefja þetta rítek og mikið. Þór verður að halda hérna. Detonate nær að hörfa Delli hérna örlitlu vesinni, missir tætana fram hjá sér. Detonate nær honum út allavega. Tætna Detonate, Rín einn eftir. M4 á bíinu, í lobbyinu. Ekki að sækja fraggið, en það voru stóra byssu sem Þórsar að missa þarna. Málega byrja þennan leik fullkomlega 3-0. Og já, munum vilja reyna að byggja ofan af það núna. Það eru skátar og deglur og allt þar á milli. Detonate á C-setunni. Gríðarlega hrifin af C-setu pick-upinu. Við erum að sjá meira og meira að því. Þannig Stals takkaði niður með deglunni af Della á longinu. Þetta fyrsti skaðinn sem ég gerður og það er hansi mikið, en þeir ætla að halda á Rín. Rín, hann sjálfsögðu eini leikmaður sem hélt vopni inn í næsta ránd. Hér er hann í eldlínunni, þarf að gera vel hérna. Hann er ekkert í eldlínunni, hann er í eldinum. Þarf að smóka sig út hann, nær að taka út gótir en Spike svarar. Þá kemur Rítek hérna tætt komið þann láta Della gruna nefnilega ekki upp á. Kókó með skátin hérna. Reyna að láta hvað gerast um hennar tætt, tekur út Alla. Tætt heldur áfram að raða inn hérna öðuldu fröggum. Detonate, hann er á eldi með þess að C-setu, krækir sér í AK. Þetta er 2 á móti 1, en bomban er komið niður. Vita á honum í lobbyinu, veit af tætt, en Narvi upp til hægri þarna á kassanum. Sér hann ekki. Og hann verður of erfiður fyrir Detonate að díla við. 4-0 er staðan. Vallega ennþá eftir að koma Kókó og Vappa. Sem að gæti verið heslumunurinn fyrir Þórsara, en þeir eru á 5 M4-um núna. Gott utility, en Kókó ekkert utility til að tala um. Og defaultið kemur hérna. Það er flassa út miðuna. Við komast upp shortið, búin að taka nærlobbyið. En þeir eru sterkir á longinu. Þórsarar eiga það djúft við lobbyið. Það er Delli sem við erum að fylgjast með einmitt hérna hinum megin Stals. Hægt og rólega, Kristján, eins og við tökum eftir þá eru að ná þessu mappkontróli. Konu með shortið, Narvi þar fremstur.
Leita af einhverju engularna upp í gúsið. Ná ekki að molla dettinit út úr gúsinu en ná að molla sætið allavega á. Smá af utility hendana. En engin skaði. Engin skaði komin á borðið akkurat núna 50 sekúndur eftir. Alltaf farað núna út miðjuna. Það eru 2 í vörninni inn á B-inu. Lobbyið smókað út og Rín og Alli hinum megin. Og hér kemur pússið út miðjuna. Alli leitar að einhverju frökkum með það. Rín nær fyrsta, Stalsnær að svara á alla, Rín nær tæti í lobbyinu, Rín í vesinni, fellur, þetta er 2 á 2, 3 á 3, retake hérna á B-ið. Sjá fyrir rassina á spækarna í lobbyinu en Stals kominn sínum manni til aðstöðar. Núna er Delli og Dettinit. Og 2 eftir. Og þeir ætla bara að bakka. Valli að byrja þennan leik frábærlega. En Tómi, eins og segir, mögulega þurfa Þórsararnir bara einfallega að spara, koma Alla og Kókó og allavega öðru þeirra á vappan. Heldur betur. Eitthvað verður að breytast þetta núna því að Valli er einfallega með á lesna núna. Já, vantar þessi pikk alltaf sem þeim voru að ná með vappanum eða með þessum aggressívu playum. Við sáum það sem þeim voru að gera í pistolunni þegar að ná pikkunum early og svo framvegis. Þannig að þeir þurfa svo mikið að koma eins og segir, Alla eða steppa Kókó á vappan. Þvílík byrjun hjá Stals, 10 frögg, 2 death, 5 í káti hérna eftir 5 round að rýna toppfragga hinum meginn á 5 fröggum og sjáum það Alli og Kókó einmitt sitja á botnu núna, hafa ekkert einhvern veginn náð að komast inn í leikinn. Já, það vantar bara þetta big green gun. Já, Þórsarar henda í timeout aðeins að ræða sín á milli hvað þið geta gert hérna. Hæja aðeins á þessu, en ég meina ef við horfum á björtu hliðina þá eru allavega, þeir eru afturkomnir í kaup en engin vappi að sjálfsögðu, en þeir eru einungis búin að tapa núna 3 gunroundum. Nóg eftir til að spila. En hratt upp shortið, bomban líka á leiðinu þarna. Þeir eru að hækka tempóið heldur betur og setja pressu. Delli nær ekki að ógna þessu. Alli eins og að nær hérna einum. Það hann 2 nei, gerir það ekki. Góti nær rífrækinu og AF er algjörlega þeirra. Dettinit kemur hérna hratt í rítekið að leita einhverju fröggum. Stals ætlaði að koma einn longið og þar var Kókó. Dettinit étur þessa grensu, tekur hann bara á milli tannana og er svo tekin út af Narva. Rín veit ekki svona hvað áttan á að snúa sig, skota komur öllum áttum þegar Góti tekur hann út en Steppi Kókó svarar. Kókó hérna með Spike og búin að koma sér 1 á 1 á móti Narva. Hann átti molla. Fer á bombuna. Þetta er snildalega að spila á Steppa Kókó hana. Steppi Kókó að snúa þessu við. Þetta er 4K-ið. Við vorum að segja hann að þetta er erfitt með að koma sér inn í þennan leik þegar hann gerði það bara og sótti sér vappan. Já. Þetta var bara snildaleg flétta hjá Steppa Kókó. Því líka klötsið. Og það sem það var mikilvægt fyrir Þórsara. Þarna er opnunin á B-spilaran. Rín liggur í valnum. Sjá það eins og verðan, síðan eru 2 leikmenn að kera hérna út longið. Það er bara Stals sem að geta líkt sett eitthvað á B-inu. Alli, hún er að taka tætin sem var búinn að Góti er lár, Spike er lár, hann er búinn að gera helling skaða. Og er ekki hættur. Alli nær Góti er út sem var að bakka, hann heldur bara áfram, hann er búinn að særa svo marga þarna. Spike og Narvi á 14-3 eftir sín viðskipti við Alla. Alls ekki slæm staða í rauninni fyrir Þórsara að vera í. Eru full HP, en hinum megin Dettinit er farið að gruna B-ið. Heldur betur. Kókó er djúft inn á A-inu með vappan. Þetta er allt á Dettinit. Það er nóg stöffi til hjá Valli að það er 1 flass á Dettinit. Þeir eru bara að fara að contact play þetta. Þeir gruna. Senda Stals fyrstan út sem er með HP-ið. En það kemur ekki að sök. Og Kókó á vappanum hlýtur bara að halda þessu. Ein grensa inn og sæti geti náðum öllum.
Já, ef þau væri ekki nóg að dreifir, þá væri ansi... Þeir eru það lágur, ég hugsa að sé nóg að kasta flassi þannig. Narvi gæti látið lífi, missum hann ekki 4 HP eða eitthvað. Hann valið að sleppa með þetta og að ná sér í sitt 7. rándina, en þvílík byrjun hjá alla og já, ef hann vissi í hvaða HP óvinni væru, þá grunar með að hann væri ósáttur með að þetta ránd falli ekki með þeim. Já, vissulega. Mér langar samt að spá í því hvernig ósköpunum rándið við farið hefði Dettinet náð þessu fyrsta fraggi á Stals sem var eini full HP leikmarinn hjá Vallega, hleypur út, tekur dúuláðumandi Dettinet og að sjálfsögðu vinnur það, en hefði það farið á hinn bóginn, hefði það verið 3K á Dettinet? Það er spurning, en ansi erfið staða sem að Þór er komin í núna, þeir strax 1-6 og já, Kókó heldur að hann vappanum og það er keypt í kringum hann. Alli er spottaður í nærlobbyinu. Þannig að þeir dreifa sér yfir, fara neðarlobbyinu með bombuna. En það er skemmtilegur stakkarna yfir á miðuna, vilja stjórna henni. Sýnist að Rín sé komin með ágætis kontrólarna á longið, er að kalla að enginn sér þar og teikið er að koma á B. Alli gegur á fyrsta, en Delli tekur þetta Narva út og særir þetta tætt og nær öðrum. Þetta er stórt, Kókó nær gótir í mildtíðinni, þetta er 3-2, Stals og Spike. Það verið erfitt að verjast inn á sætinu, sérstaklega átt að planta bombunni. Allir 3 leikmenn Þórsara hins vegar að koma upp miðuna. Hérna kemur flassið, þá ná plantetum, en það gengur ekki, bomba fyrir niður. Kókó tekin út hérna Stals, það er allt að falla með Vallega og Dettinet er þá einn eftir á sítspórinu með hnífin uppi. Hann er ekki að fara í það. Og hann er farin út. Það er væntanlega tæknileg pása að mæta hér. Dettinet, já það. Já, spurning hvort að hvað hefur komið fyrir þetta, en já, vonum að þetta leysið sem allra fyrst, en við rýnum aðeins í gögnin sem við höfum akkurat núna. Fylg byrjun hjá Stals, 12 frögg, dáið þrisvar. Rísastór. Við erum búin að kalla eftir honum fyrr á tímabilinu og hann er að mæta heldur betur hér. Í rosalega stórum leik. Og við tölum líka þessum bara tætt sem er að koma núna inn í þetta lið, já, spila bara, hann rennur hann inn bara. Já, rennur inn að sjálfsögðu, þú veist, að renna inn í lið sem að þú hefur spilað með bókstaflega öllum leikmönnunum, það er aðeins auðveldara. Það hjálpar. Mættur aftur, þannig að þetta verður væntanlega ekki löng pása, en já, við fáum upp skorið aðeins aftur og með við rýnum í þetta. Já, það vantar fleiri fraggir enni bara frá Þór, en ég meina, þeir eru með 1 fragg eitt ránd á borðinu akkurat núna, en þeir þurfa að fara að snúa þessu sér í hæginn því að þeir eru vandræð. Þeir eru vandræðum akkurat núna í fyrirháleik. Einungis, það er enginn hjá Þórsar hafa líka bara ekki efni á að tapa leik í slagnum við Dusty og Rín er hérna komin á shotgunnið. Hann er frægur fyrir þetta, gæti verið stór hérna, nær fyrsta og Rín með 2 og Alli með Spike og þetta gæti verið einfalt rándinunni fyrir, eða hvað, Stals heldur bara áfram að vera risastór fyrir þá. Tekur reikninginu smók, en ránd ekki búið akkurat núna. Gótir og Stals. Takk eftir, Tommy, það liggja AKR, M4 vappi, Rín ákveður að halda bara í sjokunnið. Af hverju að flækja þetta? Þetta virkaði fyrir mig aðeins fyrir rándinni, ég ætla bara að halda þessa byssu. Já, þetta er svona, kannski ákveðin staðna og bomban alltaf liggur inn á, ég bara fyrir utan, endrið á bíð. Já, hann ætla bara að halda því niðri, en í rauninni þá gæti þeir ætla að fá Gótir þarna fyrir utan bíð, en það er verið að halda honum. Gótir nær þarna Kókó ansi látt niður. En Stals 3K og Rín. Ég myndu minn, hann býr til peninga, malar gull með þessu vopni, en
Hann skiptir í vappan. Hann ætlar að fara í taka upp vappan fyrir þá Kókó eða Alla. Hér sjáum við gullfallet 2K og Alli til aðstoðar. Annar randið að koma á bakinu á 3K með Sjólu. Ég kann að meta það. Já. Ég verði þetta. Og þegar við tölum Rín á B í Döstu þá autosjókan í rauninni eitthvað sem hann rosalega frægur fyrir. Náttúrulega frábært vopn ég færði alltaf svona það bara fæta sem eru svona stuttir, svona nálægt. Það bara eitt skot og hann með 100% headshot ratio þarna á þessa leikmenn. Kókó að fara að lenda í vesinu þarna. Það búið að svindla tætt út og Kókó hefur ekki hugmynd það. Tætt að refsa þessu, tekur út steppa Kókó. Bakkar svo einfallega bara aftur inn í miðuna og Vallega manni fleiri. Annar vappin í liði, Þórsara fallinn, Alli með hinn. Stutt frá því að hitta þessum skotum, en Delli að fara að lenda í eldlínunni núna. Missir að mönnum framhjá sér að taka skota og kemur hérna upp og nær að taka út Tætt hins vegar. Það eitt flass og nær einu fragg. Stals nær fragginn á longinu líka sem svo mikilvægt en Spike hins vegar nær Della hérna út þannig að Vallega eiga A-ið. Þetta Vappi og M4 í retake gegn 4 leikmönnum en þessi ekki bara haldið, Tómi? Jú, mér svona grunar það nema Alli fá eitthvað gefins upp í armana þá þið bara að fara að halda þessu. Ferskur smókur niður á longið, enginn að fara að koma þar í gegn og flass á sítspónið. Alli fær þarna, eitt fragg gefins en það aðeins of seint í rándinu. Sjá manni sem að koma hérna niður shortið. Ná að bakka safe inn á bíð. Ætlar ekki að reyna út miðuna í þetta. Þau þurfum ekki að hætta byssunum í rauninni. Það ekki peningur til að kaupa rosalega mikið Vallega megin. En ef það ekki peningur Vallega megin þá Þórs megin ennþá minna í búðinu. Dettinett og Delli þurfa dropp en Kókónar að kaupa. Já og Rín getur, bæði Rín og Alli raunum getur droppað. Þórsar að henda í leikli hérna. Þetta mjög áhugavert, þau eru mjög áhugavert að sjá ef að Þórsvélin fer í gang. Ég bara hreinlega, þetta Þór að spila undir pari, þetta Vallega einfallega eiga frábæran leik? Þetta blanda báðu? Sko, við sáum þetta náttúrulega í Vallega leiknum á móti Dusty í Inferno. Að það var ákaflega skemmtilegt að fylgjast með því hvernig þið voru að spila termegin. Algjörlega. En brotnuðu CT-megin. Algjörlega. Það á móti rosalega góðri sókn Dusty. En það spurning hvað Þór geta gert. Vappi hérna sem mæta Stals þegar hann kemur út. Nei, Flössinn tryggja framhjá. Heyrðu þeir í honum. Hann bara svo hvítur að Dellin að taka og báða út. Risastórt 2K hérna frá Della. Lár hins vegar eftir þessi viðskipti en hann gæti ekki komið að sök. Eða hvað, Narvi geigar á skotinu en Dettinett næst. Hann bara jarðar gótir hérna á mikið on-off og hægt fyrir Þórsara því að þeir rústa þessu rándi en það verið aldrei sofandi hingað til en Delli sterkt 3K. Heldur betur 3K og Della 2 fyrir Dettinett. Þórsar að ná í sitt 3. ránd. Já, þannig að sjáum við tvöfalda spraydownið og Vallega hendi timeout. Þeir eru svona að brjóta sér leið upp í tveggjastafa töluna, allavega Delli og Rín. 6 frögg á restinni en hinum megin allt í öllu Stals búinn að vera eldheitur fyrir sína menn. Algjörlega hefur svo sem ég var komið með einhver 10 frögg í bara fyrstu 5 rándurum, hefur aðeins hægst á honum síðan. En ég ennþá með 116 ADR samt sem áður. Já, það eftir 12 ránd spilu, þannig að það vel gert. Expo-smoking kemur einmitt frá Stals en þetta í fyrsta skipti sem að Vallega þurfa að huga að peningunum en Þórsarar komið með djúpan smóku upp miðina og Kókó að þrýsta á hann. Þetta stór molli sem hann geigar hann á Spike nær honum út. Grensan kemur hann á Pálma en
gerir ekki mikinn skaða á Narva, hvað þá Spike, en stakka 2 leikmunum upp í miðjuna. Þeir ætti Flassa að koma út, gerir það, en dettir með 2. Delli hjálpar honum, Flassa yfir, ekki hættir hérna. Dettir er þetta 4K á hann. Ég að leita að því allavega. Tekka hinum einn á Spike og Delli klára þetta ránd og mér sýnist Kristján að það sé kvikna á Þórsurum núna. Heldur betur og þeir eru að senda Vallega í spar hérna í þessu rándi. Voru með Force í senasta rándi, AKR, Tekkur. Algjörlega magnað hvað stemming getur sveiflast á milli liða. Heldur betur. Þórsararnir voru eitthvað syfjaðir hér í upphafi. Mér fannst það jafnvel bara hreinlega að vera á spilastílinu þeirra. Já, er eitthvað sem vantaði upp á, eitthvað svona, einhver svona sprengikraftur. Eitthvað skot svona sem er að klikka sem er ekki vanur að sjá en virðist eitthvað vera komið í gang hérna núna og það er óþægilegt fyrir Vallega að vita því. En Vallega langt frá því að vera baki Dotnir. Já, þeir eru allan að konu með shortkontrolli og þeir eru að fara á, þeir eru vissilega að fara á vappa hjá alla sem er á bíl en það gæti verið verra, þeir eru með glokkana, þeir geta gert þetta óþægilegt fyrir hann. Og backupið hans, alla er í rauninni á longinu en hann er búinn að rótita hana yfir til að smóka og þeir hitta á rétta tímasetningu. Allir nær fyrsta, nær ekki öðrum. Bomba fyrir niður. Mikilvægt kemur strax en Detonate er mættur og tekur út bæði Gótur og Spike, Rín, Grenas og Tæt og Kók og tekur út Stals. Já, rétt tímasetningu og eitthvað þannig en þetta allavega hefnaðist ansi vel. Hann hefði geta neita plantinu mögulega. Hefði geta neita plantinu, hefði hann verið í réttri stöðu en að sjálfsögðu, þetta var einfalt ránd, eini sem missir lífið er Detonate sem átti 11k áður hann keypti núna, þannig að þetta er svo sem ekki 100 hættunni en hægt og rólega eru Þóra að klóra sig áfram en Vallega allan búin að sigra þennan fyrri hálfleik, 8 ránd komin á þá. Vallega komist í 5-0 hér í upphafi. Ágætis grensa, tekur Gótir hérna niður í 86. En hægt default hérna, ekki default í rauninni frá Vallega, það er ekkert mid-presence frá þeim þannig að þeir ætla að reyna að komast hérna út longið, býst ég við, Flassa þá Gótir og Stals út þar, Detonate alveg staurblindur, nær engum. Setna Flassi hjálpar svo mikið þarna að hér koma fleiri. Kókó lætið þeim rigna hérna, nær að koma sér í var. Hérna er Delli á bílnum og það er verið að molla núna. Enginn að fylgjast með hann í rauninni, þannig að hann kemst óhulltur upp á A-ið. En bomban heldur sér fastast á longinu. Ætli þessi að fara að hlaða núna í gegnum longið eða hvort þessi að fara að splitta hérna shortið og longið. Er að smóka, mitt og bísmók hérna. Ákaflega skemmtileg flétta. Þetta er að hafa smá áhrif hérna á Delli fer úr stuð, þannig að missir aðeins þegar krossa þarna. En Rín er nálægt, Delli nær einum, Rín nær öðrum. Delli til varnar hérna, þarf að vera stór hérna núna. En Spike tekur hann út, var alli einn eftir gegn 3. Hann er að fara að halda þessu vappa brá longinu, ekki að reyna eitthvað að stríða þeim. Já, hann ætlar að stríða þeim, hann ætlar að fara á longið, reyna á pikki. Ef það kemur til hans auðvitað þá reynir hann í þetta. Og núna bakkar hann. Þetta kom ekki auðvitað, missir þarna HP-nir í 38 og þeir eru byrjar að hönda. Finnur eins og að Spike en hann er ekki í stöðu í rauninni til að klötsa þetta ránd akkurat núna. Flott skot á Gótir. Hann er með kit. En það er búið að tikka aðeins svo mikið að bombunni það ekki. Já. Jú. Heiðarleg tilraun samt. Stránkæðileg og gerir mjög mikinn efnahagslegan skað því að tæta $1000 og restin er ekkert rosalega heilsusamleg peningalega. Og hinum einn, Þórsarar eiga pening til að kaupa, Rín á 9k sem dæmi og restin á alveg nóg. 9. rándið fyrir Vallega hér. Þórsarar náða að strengja saman einhver 3 rándir auðana.
En Vallega ná aðeins að hægja á því. Og þetta klálega hafði áhrif, Spike og Góter, engin flöss, engin mollar á þeim, en sjálfsögðu Akvar. Góter klárar eftir þessi viðskipti og Alli klárar hann. Spike eins og hann Alla þarna á shortinu sem var bústað upp til að ná einhverju með þessum vappa. Detonate svarar vel, 2K og hann. Þetta bomban. Kallið komið, maður komið inn í bak. Hvernig hittir það átætt með línun á hann. Tætt og Narvi gegn Coco Della og Rín. Við fær hérna eitt ódýrt en Rín mætti til að treyta mjög mikilvægt. Risastórt, þetta hefði getið verið mjög slæmt. En vita núna af Tætt í miðjunni. Hann ætlar að reyna í bombuna. Flassi kemur hérna út miðjuna og hann bara að fara inn að fights. Störblindur. Mitt í smókin kemur. Hittir hann vel en Coco komin í bak og klárar þetta. 9-6, Vallega með þægilega fórustu en já, Kristján, pistól út af leikur. Heldur betur og talum ekki að já, það mikið verið að tengja saman fyrstu 3 rándur núna. Þá er þetta bara hreinlega orðið jafnt. En já, Vallega geta svo sem hugsa eins og verið hort á sig. Það er komin að ansi langt yfir. En Tómi, nú er stóra spurningin, það er þetta test sem að Vallega stendur frammi fyrir hérna núna. Það er CT-hliðin. Terhliðin var flott hjá þeim á móti Dusty og móti þessum sterkari liðum. En hvernig halda þeir í CT? Þórsar að taka þeir bara þokkalega rólega hérna í upphafi. Þetta er að leita einhverjum pikkum á longinu en Coco nær að taka út Narva sem að ég var að pússa í næralobbið. Já, það er vesinni sem búið að standa fyrir. Menna sem er að róta þetta yfir. Þetta er bomban. Leiðinni voru að bíða og Spike spottaði hérna. Það er ekki gott að hlaupa með alltaf beint á kassa, getur sagt. Nei, það er mjög slæmt. Dettinit í mildinni, reitbásaði nær hérna út leikmanna longinu og fyrir að fara með bombuna yfir á B. Góter, einn í hörninni núna, Tættir fallinn. Coco í miðinni, hausar Góterinn í 9 en hann svarar. Detonate tekur hann út. 3K á Detonate, 2K og Coco. Og Þór vinnur seinna pistólið. Pistólum splittaði í þessum leik. Kaupa núna upp, sterkt. Hínum megin. Og núna hlýtur að fara Vallega. Hafa kasta frá sér leikjum nákvæmlega svona. Byrja þetta vel á móti Þórsurum. Leika sér eldinum hana í Alli. Spike nær ekki að taka hann. Vita núna að það er skátt á CT-spóninu. Það er 2 leikmenn á shortinu frá Vallega í góðu setupi en Tætt allan aðeins að íta sér framar. Delli þarna lár eftir skot frá Spike en nær að fella hann. Tætt hérna með CC-tuna. Flassi kemur hérna yfir, vantar grensu. Og þessi tímasetning hérna, Góter nær ekki að nýta sér hana. Það er Bissa kominn, það er AK og Tætt og hann er í flanki en þarna verður Alli að gera betur. Narvi tekur út Della. Rín eftir. Nei með bombuna verður bara að reyna í þetta plant. Er inn í smóknum. Nær því. Taka út Narva þarna. Nú þarf að fara að leita á Akon. Já, vissulega. Þeir eru búin að krækja sér í nokkuð vopnina en þetta er nákvæmlega það sem að Vallega vilja. Þeir refsa fyrir þetta pistoltap með góðu forsi. Þannig short stakkin heldur betur að borga sig. Þetta er að skipta máli. Þetta er nákvæmlega svona fyrir þessa stemmingu og að ég fari ekki að velta því fyrir sér þetta bara strax hvort að þetta sé enn eitt svona leikur að ná þessu rondi. Já. Það er force hinum megin. Delli á skátinum. Aldrei svo vant. Gæti krækt sér í þarna smá skaða á Góter. Síðu opnið að sanda. Ha? Það er ekki séð í riffilin þegar hann er að skipta yfir í hann. Alli litara hausinum á Spike en
ekkert alveg strax, engin skaði. Jú, þarna öllítið á Stals. Smá skaði komin á CT-na núna. Þurfa að búa sér til einhverja opnir þarna og það er ekki neitt utility til að koma sér inn á staðana. Þeir eru bara að skjóta sér leið einhvern veginn inn á. Kókó var að leita af einhverju pikki á B-inu, fann það ekki upp á bakútur en Dettinit hins vegar inn á longið, tekur út Narva og þetta er AK. Delli tekur út Spike á miðjunni, Þórsarar með 2 manna yfirtölu hérna. Delli tekin út, tætir einn þarna gegn Stormmenn, hérna mætir restin. Þeir eru lokaði bara af allir að koma á sítspánunni. CT. Gótir takkaður, Stals og Tæt, aðeins meira en hálfir. Tæt þarna opnar á Kókó, búin að vera stór fyrir þá hérðan af. En það eru rifflar eftir, það er skát á Rín. Dettinit er eins og mjög lár í grifjunni og nær að nýta sér. Þetta er að telja. Hann að fætt, Gótir hérna, nær að taka út alla, Dettinit er í bakið. Dettinit þarf að fara í reloadið hérna. Gótir nær ekki að taka út Rínarna sem var með 17 HP. Var hann ekki með skát í þokkabot? Það var með skát og Tech-9. Valda nota Tech-una frekar. Sem var rétt. Samtals 21 HP á eftirlifandi Þórsurum og já. Skiptast á forsöpita. Já, það er gríðarlega gott fyrir Þórsara. Það er spurning hvort að Vallega geta leikið þennan leik í 3. skipti í röð. Það er komin framalega með M4-ina við longlobbyið en Kristján, þetta er eini M4-in í liðinu og hann er að halda longinu. Spurning hvort að þetta setja hann í eitthvað aðeins meira play heldur en þetta. Já, hvort að þeir sætti sig bara heldur betur við að þetta akkeri sé bara fast á longinu. Þeir eru búin að falla einu sinni fyrir því að hleypa short stakkinum í bakið á midplayinu hjá sér. En þetta svona nokkurn veginn segir mér að þeir ætla að fara upp shortið. Kókó nær entryinu á Stals. Þetta opna fyrir flóðgáttina. Gótir eins og nær einu tilbaka. Dettinit er fallinn. Gótir með Kókó líka. Pússa bara gegnum mollan. Nær út. Já, Rín hérna og Alli er þá svolítið boksaður hérna og Gótir tekur hann líka út 4K-ið hjá Gótir sem endar þetta round með 5 HP. Frábælega gert. Og þarna þurfti bara punkt til að pússa í gegn og hann gerir það. Já, heldur betur sé mollan að það og þeir búast ekki við þessu. Nei, alls ekki. Rín ekki eins og fylgjast með þessu. En þetta hefði getað spilast allt öðruvísi út hefði Gótir ekki tekið þetta risastóra play og þetta er þetta ekki 3. fossi í röð sem vinst? Jú. Liðin búin að skiptast á rondum hér í upphafi seinni hálfleiks og Kókó treyst fyrir vappanum þessunni og já, nema hvað, það er force Tórsmegin. Já, við veitum allir hvernig það fer. Smókurinn út miðjuna frá Dettinate. Flass í miðjuna en það er verið að spila hana ansi sterkt og að bústa Gótirinn upp á sítspóninu. Dettinate leitar, finnur Gótir. 2 leikmenn eins og það er ennþá hjá B-inu, sjá Tæt, verða rífragga og gera það. Alli nær því, Stalsins var með 2 risastór killarna á B-inu. Flassi kemur hérna frá sítspóninu og það er búið að róta þetta 1 leikmaður þangað. Narvi heyrði þetta. Vita að vappa hérna á miðinni. Kókó og Rín báðir hérna á shortinu núna, bomban þar. Og Rín með degluna. Gæti búið eitthvað til hérna. Narvi er að fara að sína hausinu það. En Narvi fyrri til. Kókó eins og nær Narva. Rífrag 1 og 2. 1 og 2 en það er 22 sekundur eftir. Grípur í bombuna. Tökum eftir því. Spike á skát. Þarf að hitta í haus. Geigar á skotinu, veit á hann núna. Þarf að fara í plantið, 10 sekundur eftir. Stals er komin í hjálpina, hann er lár. En það er vappi. Geigar á skotinu, hann er í vesinu núna. Og Spike kemur í baki á honum og þetta er Vallega að strengja saman 2 round.
Já, fyrsta skipti sem að það gerist í seinni hálfleik, annarkvort liðið náði 2 rándum í röð. En það gerist hér og frýr vappi fyrir Spike í þokkabót. Vallega 12, Þór 8. Þórsararnir búin að tapa einum leik fram á þessu, virtust ætla að standa þétt við hlið Dusty á toppnum. En þurfa núna að kafa djúpt í pokan. Og Þór hendi timeout. Timeout nummer 3. Þessi leikur langt frá að vera búinn en þetta fyrir að líta mjög vel út fyrir Vallega. Rosalega lítið í rauninni samt sem að þarf fyrir Þór til að senda Vallega í ansi slæma stöðu en já, sama gildir í rauninni Vallega. Þeir geta sendt Þór í efnahagslega krísu hérna því að þeir eru búin að brjóta bankarinn þeirra akkurat núna og þeir eru sendir á deglur og væntanlega að fara að krækja hérna í 13. rándi nema Þórsar að fara að gera eitthvað hérna stórfenglegt. Við erum búin að sjá það áður. Heldur betur 21. rándið í þessum leik hafið. Vallega 12, Þór 8. Fyllt að utility hendina í byrjun og við erum svona að koma sér þægilega fyrir hérna top mid, næra lobby. Eignast það alveg frítt í rauninni, það engin að standa í vegi fyrir þeim alveg strax dettinittina með greiða leið út miðju en þetta fyrsta kontakti í rauninni. Narvi á sama stað og hann fraggaði Góti, já, bara í seinasta rándi í rauninni, þannig að hann ætti verið að leita að fragginu þar ef að hann ákveður að koma eitthvað út en fær allan að molla við fætunar áður og þarf að íta aðeins frá. Ætli Flassi komið hérna út fyrir þá í miðunni. Delli með það. Flassi kemur, hann staurblindur. Það eins og að koma sér úr þessu og safna saman bara sjón. Spike á meðan að taka út alla. Það gerast á longinu. Það er vinnar að bakka upp af B-inu og þeir eru búin að styrkja B-ið heldur betur. Þetta er leikmenn þar. Eins og mid to B hérna. Smoking kemur þetta núna út og sko það þarf masterclass í entry til að brjóta þetta B-side en það er ekki að fara að gerast ekki núna. Detonate nær að taka út Narva en meira var það ekki. Þór 8, Vallega 13. Það eru AK-ar á línuna hjá Þór núna. Þeir þurfa heldur betur að kveikja á sig núna. Þetta er þetta að halda langinu hérna. Sleppum við þessa grensu. Gætu tekið long-controlið og ítt aðeins vörninni. Þeir eru eins og að bíða eftir því að tætt missi hérna smókina, taka tíu við hann. Það er hérna grensu. Missir ekki HP við það, vel staðsettu fyrir það. En hægt og rólega þurfa að taka sér stuð á shortinu. Hérna verður að nota utility til að koma sér fyrir því að Spike með vappalínu og Góter er í stíganum. Rífrakkið gott, allir nær honum leið og eignast hérna shortið. Jafnir leiðum og tveir leikmenn Vallega á B-inu. Jú miður núna, Detninar tökur tætna en Spike. Hins vegar, ef hann nær að losa þessa pressu hérna fyrir aftan sig, þá er það svo mikilvægt. Flassið er gott og Detnit tekur hann út. Stals og Narvi, tveir eftir, þeir eru mættir. Stals þarna nær. Þessu fraggi þrátt fyrir að hann snúi baki í Detnit. Þeir eru að koma bombun inn á sætið. Það er búið að smóka sítispónið, en reynir ekki alveg að treysta því. Tekur safeplantið í staðinn og Stals, hann er búinn að snúa við og nær að taka út Rín. Hlutin er að falla með Vallega hérna. Alli fyrsta, Stals. 7 HP á alla, 40 á Stals. En Alli hefur betur 3K hérna hjá alla til að loka þessu rándi og mikilvægt varða fyrir Þórsarana. Heldur betur. Já, hver annar en Stals þurfti að fragga hann til að bjarga þessu rándi fyrir Þórsara.
Dettinate heldur betur búin að fragga eftir því sem hann líður að leikinn komin í 23 frögg. Er að toppfragga núna með skjálfstykki. Dettinate komin í línu tætt hinn með missi setuna. Já, Degla og Narva, restinni keift, Vappi og Spike og M4 á Bótur og Stals. Hann er komin aðeins svo framalega. Gerir stóran skaða en tætt lifir þarna 5 HP á honum. Búinn að missa AK þarna frá sér. Nú smókan út. Hvað var það sem að Kókó pinka upp að náðan og fjett frá? Þetta er rándið alveg að spilast frá Þór. Fyrsta fraggið kemur núna. Delli og Kókó, 2 eftir hérna. Nú fyrir að gera ansi mikið en þeir eiga. Nei, Narvi bara með hrikalega gott spreytalana. 14-9 og Vallega í dauða færi að krækja sér í stóran sigur á Þór. Heldur betur. Þessi 2 stig ef að Vallega klára þennan leik myndu skjóta þeim upp að hlið Ármanns með 8 stig. Og Rín hérna. Já, hérna. Hann ætlar ekki að gefast upp á þessum leik alveg strax. Það er nóg til að spilum þetta ennþá. Heldur betur og það er eitt leikmaður eins og að Narvi framalega á sjortinu. Ekki múin að taka eftir honum alveg strax en gæti gert það núna sem hann veit eins og er ekki. Jú, hann heyrði skrifin hann niður í miðju en ekki tilbúin að kíkja á það alveg strax. Það er ekki fylgja þessu eftir en mollar það það. Þetta er sikur áttin og Salseta með 3K-ið á B-inu. Bomban liggur. Búið að stoppa í annar mann á miðunni. Þetta var hann sem hæfilega hefði getið farið fyrir Þór en Stals þarna enn og aftur risastór fyrir sína menn. Dettinate missir að Narva en geir ykkur skotinu. Tekkan heldur betur að syngja. Tekkan er alltaf farin að minna meira og meira á gömlu tekkuna. Dettinate hérna að ég heldur betur alltaf að gera skada með henni. Það er Vappi að skjóta á hann sko. Tætana búinn að geiga á nokkur skotum en hann er að færast nær og nær. Dettinate er búinn að særa á báða. Stals lokar þetta ránd með ískalt 4K. Heldur betur að spila fyrir launinu sinum. Vallega eiga bullandi séns hér á að vinna lið sem er langt fyrir ofan í töflunni eins og staðan er núna og saksa munin. Þetta er einn á entry hérna. Gerir það bara. Rín með opnina á Góter en Tætnar að svara. Alveg síðan hérna tekur út Narva og þá er það bara 2 eftir Tommy. 2 eftir. Báðir A-megin. Smókurinn komið fyrir sítspónu og þeir ætla bara að leggja leið sína beinustu leiðir og B. Þetta er frítt plant fyrir þá. Það er ekki mikill peningur á Vallega. Nei, Vappi og M4 hinum megin eiga núna eftir þetta ránd, 5 ránd til að klára leikinn, þannig að þessu verður alltaf haldið. Heldur betur. Ég er ekkert í einu vesinni að gera það. En á meðan tíminn hérna rennur niður þá er í rauninni bara að velta fyrir mér hvað gekk svona ótrúlega vel í þessu rándi, Kristján, í rauninni. Var það bara engin pressa? Hlaup út longju, ná endrínu? Losuðu náttúrulega strax upp á vörninni hjá Vallega. Verður kontakt. Lifir þarna. Þetta er mikilvægt. Þetta er mjög mikilvægt að halda vappanum. Heldur betur. Því að það er engin vappi hinum einn. Kókó hefur ekki verið að nota hann. Mikið. Já, Vallega kaupa sig alveg niður hérna
Alli ætlar núna að reyna í þetta en já, Vallega hörfar. Alli nær ekki opnun hérna. Rétt missir af tveimur leikmönnum, einn sem fór upp og þeim grunar að einhver gæti mögulega verið. En þeir geta ekki svarað vappanum sem upp á. Hvernig gengið hann á þessu skoti en núna vita þær allan hvar vappin staðsettur. En allir 5 leikmenn Þórs eru þarna. Það ekkert rotate komið til þeirra en það 2 að fara í bakið á þeim. Og núna vita þær allan að Narva út tætt í bakinu fyrir að bregðast við þeim. Ná að fragga þá 3-3 núna og þurfa að hreyfa vörnina núna. 2 leikmenn að fara upp á terspónið en ekki að búast inn. Þeir ætla bara að senda aðra 2. Bara aðri 2 í bakið. Sjá hana Rín. Stals heldur áfram að bæta við í fraggreikningin. Býst ekki við Góter, ekki búinn að sjá Góter og hann tekur alla út og þetta allt á detonate. Spike á vappanum, fellir þetta fyrsta. Þetta búinn að vera frábær í þessum leik núna en liggur bomban við lappirnar á Góter. Hann heyrir í detonate. 25 sekundur þarf að leggja á rás núna. Það langt að hlaupa á longið og Góter hefur allan tíman í heiminum til að koma í bakið á honum. En hann ætti... Já, nær skotum á hann hérna það ekki. Jú, gerir það. Klárar þennan leik 16-10 fyrir Vallega sem komast á sigurbraut. Og þetta skellur fyrir Þórsara sem að voru svo fínum stað hangandi í Dusty. Missa þá, núna 4 stigum frá sér. Já, það gæti verið ef að Dusty núna krækir sér sigur í næstu túrreiningu sem að, leyfum mér að segja að það sé ansi líklegt því að þeir eru á góðu róli akkurat núna, konum með 8 leiki í röð. Heldur betur og Vallega koma sér í 8 punkta, Þórsara sitja áfram í 12 punktum í öðru sætinu. Tommi, Þórsararnir fengu valið milli Miraz og Dust 2, velja Dust 2 og náttúrulega byrjunin hjá Þór var bara ekki á pari við Vallega. Vallega mæta gríðarlega sterkir til leiksins. Já, þeir voru mjög sterkir bara frá fyrsta rándi og það einhvern veginn kviknaði aldrei á Þórsurum. Þetta ekki liðið sem við erum búin að sjá frá. Þú veist, við sáum miklu meira einhverjum skemmtilegum pússum frá í rauninni Vallega og ég tala nú ekki hvernig þeir voru að stakka upp á shortið og voru að koma oft í flank. Og mér fannst einhvern veginn eins og þau væri bara kaldir í rauninni, eins og það væri ekki kvikna á þeim. Við fyrir aðeins yfir skori Detonate toppfraggaði þennan leik með 26 frögg. Hinn liðinu Rín á 16, Delli og Alli á 15 og Kókó á 14. Hinum meginn þá var það Stals á 25 fröggum, Tæt á 21. Fín innkoma hjá Tæt heldur betur. Góter á 19, Narvi á 15 og Spike á 13. Já, þú veist þarna, ég held bara ef við horfum á framistöðuna sem Stals kemur með í þessum leik. Hann var allt í öllu þegar að vanta að fylla upp í einhver skörð eða ná í frögg eða eitthvað, þá var hann að spila gríðarlega góðan CS-leik og var að lesa leikinn mjög vel. En við horfum bara eins og leikinn, það var náttúrulega mikið stór einstaklingsframtök. Kókó til dæmis í fyrsta rándinu sem að Þórsarar ná, það 4K og Klöts í þokkabót. Stals náttúrulega komin í 10 frögg eftir 5 ránd. Rín með haglapessun á B-inu. Svona bara mikið að vera á þessu og svo náttúrulega við komum inn í fyrirháleikin, liðin að splitta pistólinn á milli sín. En þá tekum við þetta tímabil þar sem þeir skiptast bara á forsum. Já, og þarna mjög sárt í rauninni að ég vissulega held að Þór hefði geta klárað þennan leik, hefði þeir unnið þetta forsstríð í rauninni sem var átt í staðana. Í stöðunni 8-10, þar sem að Þór getur komist í 9-10 á Góter 4K klötsrándi, það ekki 4 kill í klötsinu, en sturlaránd, þar sem hann pússar í gegnum mollan og nær bara gjörsamlega að stráfella Þórsara og staðan var 8-11 og í framhaldi 8-12 og 8-13. Já, og þetta play var bara risastórt í rauninni í þessu samhengi, í þessu forstríði út af því að
þetta var að fara að brjóta bankana á öðru hverju liðinu og sjálfsög það aðeins sárara þegar það gerir City megin en núna ná Valli að vinna þetta forstríð og í kjölfarið ná að sigla á því í þægilega stöðu og Þórsarar náðu bara ekkert að komast tilbaka eftir það. Já, ef að deildin heldur áfram að spilast svona, ég meina þá verða Þórsarar, ef að Dausti held áfram að vinna sína leiki, þá verða Þórsarar núna bara að gjöra svo vel og vinna alla leiki sem eftir eru. Já, þurfa að vinna Dausti tvisvar til að jafna stöðunni. Svo lengi sem að Dausti fara ekki að henda frá sér stig. Já, og Þór halda áfram að vinna alla sína leiki fyrir það hana. Já, magnaða leikur, mögnu framistæða hjá Valli, gaman að sjá þetta lið svona vel spilandi aftur. Tætt kemur aftur inn í liðið og, ekkert aftur, hann kemur inn í liðið. Maður segir aftur því að þetta náttúrulega kjarnið sem hann spilaði með og bara virkar. Já, þetta sem við vissum í rauninni að myndi gerast. Hann að fara að passa inn í þetta lið og ég veit náttúrulega ekki hvort að þetta sé bara eitthvað tilfallandi eða hvort að hann sé að stíga inn í liðið bara framvegis en að sjálfsögðu hann passar inn í liðið, hann hefur spilað með öllu leikmönnunum og við vitum það að það að fara að koma fleiri frögg frá Tætt heldur en Denos og já, með fullri virðingu fyrir Denos þá bara það eitthvað sem við búumst við og heldur betur sýndi það hér í kvöld með góðum playum. Tómi MVP í þessum leik. Við getum ekki litið fram á Stalls. Hann var allt í öllu. Já, og byggir raun og veru að stónu hlutu upp þessa bilaðislega sterku byrjun hjá liðinu. Já, en mér langar samt að segja playleiksins. Það var ábyggilega góður. Já. Ábyggilega. Hann verður ekki tekið árum. Nei, hann má eiga það. Það var skemmtilegt að horfa á það. Já, þá var spurning við kíkjum ekki á stöðutöfluna eins og hún akkurat núna. Dusty á toppnum með 16 stig, Þórsarar áfram í öðru sæti með sín 12. Engsi í því þriðja með 10 eftir sigur sinn á sögu og Ármann í því fjórða með 8 stig. Eiga innbyrðis viðuregna á Valli eins og staðan núna en þessi lið náttúrulega eftir að mætast í annari turneringunni. Valli þó með betri rándamun. Saga eru svo í 7. sætinu með 6 stig og Fylkir í því 7. með 4, Kórdrengir áfram stigalausir á botninum. Og þá spurning hvort við lítum ekki á leiki næstu viku. Á þriðjudaginn þá mætast Þór og Fylkir og Kórdrengir og XI og svo föstudaginn 10. desember þá mætir Saga Dusty og þá mætast einmitt Ármann og Valli eftir akkurat viku og munu takast á væntanlega bara þetta fjórða sæti eins og staðan núna. Já, ég býst sterklega við allavega að við fáum 2 lið í hörku formi því að þetta er stór leikurinn með við hvernig við erum að spila deildinni að spilast akkurat núna. Það verður önnur svona innbyrðisverður sem skiptir bara svo miklu máli. Rosalega miklu og núna Ármann með sigurinn þannig að Valli að þurfa að mæta æsti til leiks og þeir eru væntanlega Þeir eru jafnametin. Þeir vilja jafnametin og líta vel út núna. Heldur betur. Já, mjög áhugavert að sjá þetta og mér skjáttlast ekki, þetta ekki eini leikurinn sem að fer ekki, sama lið vinnur ekki í fyrstu turneringu og annari turneringu. Já, það er rétt hjá þér held ég. Fylkir vinnur Kórdrengi aftur. Já. XI vinnur Sögu aftur. Dusty vinnur Ármann aftur. Þannig að 3 af 4 fóru eins. Já. Með sama sigur, alls ekki eins. Þannig að, það er skemmtilegt. Gaman að því. Draumadeildin fastur liður á föstudögum, við slum kíkja á hvernig ég að tapa núna og það er væntanlega, ekkert frábært. Ábyggilega ekkert það stórt, Kristján. Þetta er allt í góð. Ég er að tapa 1 stigi á því í þessari umferð. Jæja, ok. Það er að fara að venja mig á að skipta menn líka. Ég þarf að skipta hans í þessu liði líka. Var Rín bara með 0 eftir hann leika? Já, hann situr á 0. Já, það er bara, þetta er uppfært allavega. En það er ekki fleira að sinni minnum alltaf bara á að þessi frábæra deild heldur áfram í næstu viku. Það eru 2 vikur eftir fyrir jólafrí. Það verður fróðilegt að fylgjast með og svona rýna eins í það hvaða lið þurfa mest á jólafríun að halda akkurat núna. Það er svona, hver eru mestu jólabjörnin í hópnum. En við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst aftur næsta þriðjudag. Takk í kvöld.